náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum kork. Korkur, umhverfisvænn, hipp og kúl. Páll Þorgríms stoltur styrktaraðili þvottahússins. Bara geðveikt að fá þig hérna. Þarna Kjartan Ragnars. Ég skrifaði hérna út Cryptoboss. Og lögmaður, ekki? Jú. Hvernig ertu? Bara brattur sko. Ekki? Takk fyrir að fá mig í þennan þátt. Okkur er ánægðan. Þetta er fyrsti Bitcoin þátturinn hérna, sko. Fyrsti eða mögulega morgun. Já. Þetta hefur þetta verið mikið, ég veit að þú varst í hlaðvarpi, en hefur ekkert mikið verið tekið þetta fyrir kannski á, hvernig það nema, kannski 1 og 1 í fréttunum og Harmageddon og svona? Já, einmitt, það kannski helst svona, myndi ég segja Harmageddon, sem hefur verið plattformi sem tók þetta dálítið fyrir, sko, þegar Frosti Loga fekk bara Bitcoin æði sjálfur, hann einmitt fyrir eða sléttu ári síðan eða svo, það var hérna, og það var rosalegt Bitcoin æði. Í gangi, janúar 2021, janúar, februar síðan þá hefur svona þetta hefur róast mikið og þetta minnir maður mörgu leiti á sko þær aðstæður og þá stemningu þegar ég byrja í þessu svona einhverju alvöru sem það er svona 2019 þegar ég svona er kynntur fyrir konceptinu en myndkup fyrir loftið þess að þá 2019 þá kynnist hérna þá kynni Patrikur framkvæmdastjóri og aðalstofnandi myndkupa fyrir mér hugmyndina að því að búa til íslenska kryptómiðlun sem myndkaup er og var raun og veru með allt tilbúið en vildi fá lögfræðing til liðsvið sig til að fara í gegnum þetta skráningaferli á fjármálaeftirlitinu og ég bara viðurkenni það fúslega ég vissi nánast ekki neitt Bitcoin þá og hafði enga hérna trú á þessu en það sló mig dálítið sko þetta var náungi sem ég þekkti vel og hérna tók mikið mark á og hann sagði mér að hann væri með allt sitt í þessu og bara hann var Bitcoin í 3-4 $4 og var bara svona mjög alvörugefinn gæi sko og bara þetta er að fara að verða eitthvað virkilega stórt og hérna það vantar algjörlega eitthvað fyrir Íslendinga til að nálgast þetta á auðveldan og hérna einfaldan og örugan hátt sko. Þú ert þess lögfræðingurinn? Já og hérna og það var líka svona dálítið moment sko hann að við erum á kaffhús og ég segi við hann ok, ég svo sem veist, ekki sannfærið þetta en gott og vel hérna við langar að setja 100 skall í þetta kaupa Bitcoin og þá segir hann að það er dálítið ferli sko, þú ert að skráði okkur erlendu kaupöld, senda passportið þitt og eitthvað svona dæmi og hérna þú veist, við getum gert þetta með miklu svona betru og skilvirka hætti með rafrænum skilríkjum á Íslandi og þá áttaði mér svona, já, kannski er eitthvað hérna, þannig að ég vildi að ég að setja 100 skall í Bitcoin þannig í, þú veist, $3.000 sko. Já. Og svo þegar við byrjum, þetta fyrir lofti 11. maí 2020 og þá er Bitcoin í $8.000 og þú veist, ég var að tala mikið um það, ég var alveg obsessed af þessu, ég byrjaði að stúdera þetta hana og byrjaði að lesa mikið um þetta og bara, þetta var svona alveg, maður verður bara sekkur ofan í kanínuhólu sem maður einhvern kemst ekkert svo öðvöldlega út úr. En þá var ekkert mikil stemning fyrir Bitcoin sko og ég var að tala með fullt af vinnum mínum bara ég held virkilega þetta að skoða þetta og þú veist, svo svona þegar það var nákvæmst 20.000 þá var svona aðeins svona að fara að heyra hvað það segja um þetta svo þegar þetta fór í 30.000 Hvað meinar við? Hvað þýða þessu tölur? Hvað fer upp í 30? Það er sett gengi Bitcoin Bitcoin gengi núna er í $36.800 Fyrir bara eitt Bitcoin já. Hvernig var þetta þegar Bitcoin kom fyrst? Var það 2011 eða 12 eða? Nei, forritið er kynnt hérna hvítbókin Bitcoin White Paper er 31. október 2008 Hvað þýða það White Paper? Það er eins konar bara kynningarbæklingur þetta er oft gert svona þegar að vera að kynna eitthvað hérna bara nýtt koncept og þetta er bara þessi sem smíðaði Bitcoin forritið gengur undir dulnefninu Satoshi Nakamoto og það veit enginn að þetta í dag hver eða hverjir þetta eru sem voru á bak við þetta en hann kynni bara, það er bara aðgengilegt á netinu við erum með þetta á skrifstofu myndkupaður með þetta innrammað sko Bitcoin White Paperið sko og þetta er bara frekar döl 9 blaðsíðna hérna kynningarbæklingur hvað þetta forrit er þetta sé svona peer-to-peer cash electronic cash system byggt á þessari blockchain tækni og ég held mögulega einhverjir svona tækni fasistar sem getur snúið eitthvað út úr því sko en ég held að það sé nokkuð akkurat að segja að með Bitcoin fæðist blockchain tæknin allavega sem sagt með Bitcoin er fyrsta successful blockchain færslan
Ok, og hún sem gerir því svo hvað? sem sagt, hún gerir svo 4. janúar 2009 þetta var 31. október sem þetta kynnt, svo 4. janúar 2009 þá er má segja fórætti sér up and running og það sem var byltingakent við þetta með blockchain ekki út frá neinu, það var enginn að pæla þess að þetta hefði eitthvað peningalegt gildi þarna, skiljið voru þeir ekki- Þetta var til sem okkur grunnur eða já, En er þetta ekki þegar öllum var gefið eitt bitcoin? já sko, Hvað var það? Því mann allir vinir mínu voru að senda á mér en að fá gefins bitcoinu mitt. einmitt, þú veist, að þarna var bara bitcoin verðlaust fyrirbæri En sko, í það sem ég hugsa svo mikið, Einmitt. allir þessir sem að fengu bitcoini sem gefins og Einmitt. kannski komin upp í 100 bitcoin eða eitthvað, Mhm. á þetta liða en þá þetta bitcoin og er það svona mikil sem virði? að öllum líkindum ekki, en ég veit tilvik Já, mannstu eftir þar því? sem Nei. Og- þar sem fólki tókst actually að halda utanum þetta, ja, því vandinn er ok þegar þú átt 100 bitcoin Ég meina þú geymir þetta ekki í rassvasanum. 2009 segjum það hvað ertu að fara að gera sko að því að það var á þessum tíma og mjög erfitt að geyma þetta, það er miklu auðveldar að geyma bitcoin í dag Það er bara Ástæðan geimt á hörðundiska eða eitthvað svoleiðis. Jú, þú, sko, við getum svona orðað þannig að á þessum tíma til miklu svona sko veskjatæknin, veski er í rauninni, þið getur líkt sko bitcoin veski eða rammynda veski við alltaf mætti ekki líka þessu eitthvað við bara sko heimabanka appið, bara Íslandsbanka appið í símaninum, þá er það mætti líka við veski sko, kryptoveski og svo eru adressunar sem bitcoin er geimt á adressunum væri þá eins og bankareiningar En það er svona einhver IP-adressur einhverjar Nei, en það er nú bara adressur á blockchaininu og það er hægt að búa til endalaust af þeim adressum og þetta eru bara eitthvað talnarunnur 30, 40, 50 random tölur og það er það public adressa og private adressa það er kannski ekki alveg best að vera að taka til þessari röð en bara svona örstutt þannig að og ef þú áttir 100 bitcoin og einhvern tókst að týna ekki Íslendingum. tökum bara dæmi, ef þú áttir 100 bitcoin 2009 og þeir tókst einhvern að týna ekki harðardisnum og tókst að halda utan private keyið þitt að bitcoinu ok, til hamingju þá að því gerna þú seldir það ekki þá áttu það vissulega ennþá ég veit þessi tilvík eru til á Íslandi en þau eru afskaplega sjaldgæfin það er til endalaust af tilvíkum þar sem sko fólk vissi að það áttu eitthvað var með þetta okkur mjög spjörlikli sem er týndur eða týndi private keyinu sem er sko aðgangur að þessu einmitt og en þá kemur spurningun ok þú áttir 100 bitcoin og hvað gerður þegar þetta fór í $100 hvert bitcoin, þetta var það $10,000 þú búin að breyta eign sem fór yfir í 0 þess að fór 0 yfir í rúmlega milljón þá komið aldrei mikið sölupressa ok, og segjum við þetta alveg með eins og kallaði diamond hand sko, bara hönd sem bara sleppi bitcoin ekki alveg saman hvað verðið að hækkar skiluru 100 bitcoin í dag er hvað, það eru 450 milljónir eitthvað svo leiðis og það vera búin að vera með dálítið hardcore sannfæring og jafnvel þótt þú hafir sannfæringun þetta sé tækni sem er komin til að breyta peningakerfinu þá er enga síður, eins og ég trúi þetta sé komin til að vera og þetta sé að fara að hafa alveg gerbildandi áhrif á peningatækni heiminum enga síður verður alveg erfitt fyrir mig að halda í þetta það er öll að segja núna ég ætla bara aldrei að selja bitcoin þetta er fullt af fólki sem hefur sagt það en segjum að bitcoin færi $500,000 auðvitað er komið sölubræð því ég veit að markaðurinn hann er sveiflukendur sko, og ef ég hugsa bara ok, ég get greitt alla mína skuldir og búið skuldlaust eitthvað svoleiðis þá er En segjum sér svo að ég bara einhver algjör gubbi mér hefði bara verið gefin þessi bitcoin bara fyrir 13 árum síðan eða eitthvað og ég hef bara eitthvað skrifað niður og svona eitthvað gulan post-it með það bara setta upp á korttöfluna mína skilur og þar bara er það ennþá því bleki hverfur ekki á miðanum og ég geymi allt bara einhvern veginn ég bara setta eitthvað stær, ég veit hvað það er því ég er með svona þráhyggju heila og ég er svona bara sett allt í svona lítil box og svo bara held ég áfram með líf mitt og ég þú semst vilt meina að þetta væri 400 milljón króna virði í dag 100 bitcoin þá. Já, einmitt, þannig að ég myndi segja bara og allt í nönd bara komast að hey, wow, ég á 400 milljónir í bitcoin og mér langar bara að kassa þessu drasl út og kaupa mig bara hérna, 20 Teslur eða eitthvað hvernig fer ég að því? Bara mjög einfalt, ég myndi vistilega hvetja að leiða þetta inn á bitcoin, nei, leiða þetta inn á myntkaup það er alltaf mínar hagsmunir þá myndi ég leggja bitcoinu mitt inn á ykkur Já, þú myndir bara skráðig inn á myntkaup og það er að þú komið að gang og þú getur bæði lagt inn þá íslenska krónur eða rafmyntir hver og einn viðskiptavinur er með sína eigin bitcoin adressu þá þú segir bara, mér vantar bara að fá peningin
þá bara skuttlar bitcoin inn á bitcoin adressuna, ítar að selja og við greiður út. En ég meina, þá hljótið þið að kaupa þetta þá á... Nei, við erum bara miðlun, það sem við gerum við tengjum þið bara við heimsmarkaðinn, þannig að þú veist, við vorum ekki að kaupa þér bitcoinir, skilur, þú varst að selja þetta bara til, þú veist, bara bara eins og markaðir eru, en það sem eins og er fólk, og það sem ég held kannski að sé svona hluti að svara við spurningun er að fólk áttar sig ekki alveg á hvað sko dýptin á mörkuðunum er mikil, þessi liquidityð er, þú veist, 24 tíma veltan á bitcoin er að rokka frá svona $30 miljardum til $100 miljardar. Þannig þessu tilviki sko, þú veist, 400 okkar bitcoin, ég meina hvað er það, þú veist, nei ég segi 100 bitcoin, hvað er það, $3,7 miljón, þú veist, það er ekki neitt sko, það er bara gleypt svona sko. En ef þú væri eins og ef þú væri, skilur segjum að það væri sko 100.000 bitcoin sem er mjög fáir aðalar í heiminum sem eiga, því það er bara til 21 miljón bitcoin og það er ekki eins og búið að grafa allt, það er búið að grafa 80 milljónir sko, þannig að og af þessum 80,80 er alveg hellingu týndur sko, við vitum ekki hvað er mikið týnd, en það er áætlega svona ekstra bylunni 3 til 5 milljónir týndur, þannig kannski 13 milljónir umferð, þannig að það gefur auðvitað, og meir en 200 miljón mann sem eiga eitthvað í þessari köku, þannig að gefur auðvitað, það er ekki margir sem halda á 100.000, það eru örfá veski. Ef slíkur aðeins eins og myndi bara ég ætla að selja 100.000 svona sko, þá er bara svipað að mætti líka ef Elon Musk myndi segja bara ég ætla bara market selja. Droppar þá verðið eða hvað gerist? Já, bara eins og öðrum mörkuðum, ég meina. Fyrir sölu, eftir sölu, er þetta bara alveg sem en hlutabréf í raun? Þetta er bara nákvæmlega. Selur ákveðnu gengi? Já, þetta er bara nákvæmlega sama lögmál. Munurinn á þessum mörkuðum og hlutabréfum er að kryptómarkaðurinn er í gangi 24/7 365. En sko, nú erum við að tala Bitcoin, en það er auðvitað komin fullt af rafmynti núna. Hvernig veit maður hvað maður á að velja, skilju? Af því að það er Dogecoin eða hvað þetta heitir og Ethereum og eitthvað blæs út og eitthvað verður ekki neitt og skilju. Það er ógrinn til. Ég velti fyrir mér sko, ég hugsa að væri, af því að við munum klárlega að fara inn á þetta svo, þetta er bara eitt svona klassíska umfyllunar. Ég held samt að því að við vorum byrjar að rekja aðeins upphafið á Bitcoin, að kannski förum aðeins aftur inn á það með fyrstu fæsluna. Það sem vakti athygli í upphafið þegar Bitcoin var lonsað er að fram að þessu þá héldu margir tækniglöggir og internetglöggir aðilar að sko fyrir bara digital scarcity sem mætti tala þá sem sko stafræn sjálfgefni væri bara ekki til, þú gætir ekki náði, það vissulega þessi pæling sko með lén eru vissulega dæmi stafræna sjálfgefni, ef ég á lénið news.com sko, þú veist það vissulega er ekki hægt að fjölfalda það sko, en öll önnur tækni sem við þekkjum á netinu, þú getur ekki gert hana skars, þar sem ég sendiði tölvupóst, sendiði mynd, en ég var ekki að senda þér myndina, skilur, ég get sendt milljón aðilum hana, skilur, þetta byggist allt á þessari copy-tækni. Það sem blockchain-tækni tókst að afreka var að þú gast sendt fyrirbæri X, sem tilviki Bitcoin er þá Bitcoin, frá A til B, sem tilviki Bitcoin er þá adressunar, og þegar ég sendi þér Bitcoinið, ég er A, sendi yfir til þín, B, að þá getur þú verið fullvissum að þú fékkst þetta Bitcoin frá mér og ég er búin að glata öllum umræðum og ráðstöfunarheimildum yfir því. Þú ert algjörlega komin með og þú veist að ég gæti ekki sendið þetta á neitt annan. Og það er það sem þetta blockchain í rauninni gengur út á. Hvernig er það hægt? Já, það er sko án þess að ég sé sko einhver alveg expert í en svona í grunninn hvernig þetta virkar. Það mætti líka þessu við það að þetta er það sem kalla sko public distributed ledger, sem mætti þá líka þessu við sko, hvað segir maður þá, opinber og dreifð færslubók eða opinber og dreifð höfubók, og getur ímyndað á þannig að þið heyri tala námuvinnslu og allar þessar tölvur að mæna Bitcoin, og hvað eru þessar tölvur að gera? Jú, það er að tryggja sannleikan í kerfinu, það sem mættir nú segja. Það er að segja að það eru milljón adressur eða sko margar milljónir adressa, og ég meina adress og ég ætla að senda yfir á þig, og til þess að svo færsla gangi upp þá þarf ég að eiga þetta Bitcoin, og þá þurfa þessar tölvur að staðfesta það að ég eigi Bitcoin, og þannig ef ég ætla að vera svaka sniður, ég ætla bara að hakka þetta Bitcoin-kerfi, ég ætla bara
fara að senda eitthvað bitcoin sem ég á ekkert og græða fullt af peningum og eitthvað svoleiðis. Og hakkar auðvitað blockchain. Einmitt, ef ég ætla að reyna að gera það, að þá byggir þetta kerfi bara á því. Þú getur ímyndað að það eru 100 sem sagt, menn, ef við líkjum því við þá mænurina, sem halda allir á mynd af þér og nafninu þínu, skiluru. Og hérna, það er bara myndin og Gunnar. Og svo er hérna bara, ok, svo ætla ég að fara að koma líginni inn, skiluru. Nei, hann heitir Davíð, skiluru. Að þá á ég ekki séns að því ég reyna að smygla þessin í kerfi en það eru bara 100 menn sem reyna að staðfesta þetta og sjá mér, nei, þessi er eitthvað skrítin, þetta er ekki hérna, hann heitir ekki Davíð, hann heitir Gunnar, þetta er kannski ekki besta samlíkin í grunninn, þá er þetta þessi tölvun að gera, þær halda utan alla færslu söguna, bara, þú veist, blockchain er bara from ground zero, einmitt. Og þannig að bara, hérna, ok, þú reyndir að koma með bugg í kerfið, senda bitcoin sem er ekki til, sorry, þú átt ekki breyk í það, því að færslan fer ekki í gegn, fyrir hún er búin að fá 3 staðfestingar, og þess vegna er þetta cryptocurrency, þú veist, hugtakið rafmynt á Íslandi er að einhver leyti dálítið villandi af því, ég meina, þetta eru krónunar í heimabankunum mínum bara rafmynt, sko, og hugtakið, sko, digital currency, nær aftur til 1982 eitthvað, þessi hugmyndum að gera online pening er alveg frekar gömul. Þess vegna er sko hérna ensku hugtaki cryptocurrency svo gott. Dulkóðuð rafmynt. Af því að þetta byggir að alltaf að tala um þess að tölvu sé að leysa einhverjar flóknar stærðfræðiþrautir en það er raunverulega ekki endilega það sem er að gera. Heldur er að bara giska út í hið óendanlega á rétta talnarunu og hérna fyrsta tölvan sem næra giska á réttu talnaruna, hún fær svo kallar block rewardið sem var 50 bitcoin 2009, svo 25 2013 eða 2012 2008, 2013, 2012, 2016 2020, þetta helmingast alltaf, þetta er kallað halving í bitcoin, nú fær sér tölvan sem giska rétt, hún fær 625 Þetta er gröfturinn. Þetta er gröfturinn. Og til þess að grafa þá þarf þetta bara að vera með massíft magn af í rauninni, þú þarf að vera með vél sem getur grafið í raun eftir þessu. Einmitt, og að því að núna, þú veist, þegar þetta var byrjað, þetta var svo lítið net, það var alltaf miklu viðkvæmur og miklu auðveldar að koma þessar lýja því að það var miklu auðveldar að, hvað ég segja, mattsa computer powerið, sko, bara sem dæmi, ef ég tek aftur þetta 100 manna dæmi, þá get ég reynda að finna bara 100 gæja sem komu mynd af hérna þér og nafni Davíð, sko, og þá bara, býtu, ok, þá veit enginn hvernig þetta er, nú get ég líkt við eftir því sem ég best veit allavega að þá skils mér að það sé ekki til neitt kerfi í heiminum sem bakkaðu við miklum tölvukrafti og bitcoin. Þannig að segjum bara að NASA og Rússar og Kínverjar ætla að leggjast á eitt að hakka þetta með computer power. Þá eftir því sem ég best veit þá bara væri það ekki hægt af því að gagnaverin er orðin svo mikil, sko. En er það ekki gífulega orkufrægt? Jú. Og óumhverfisvænt jafnvel? Ég er ekki sammálað því en hérna það er spurning hvort við förum að inn á það á eftir en það er klárlega rétt, það er orkufrægt og ef menn er visslega þeirra skoðunar að verðmætin og gæðin sem Bitcoin kemur með í samfélagið sem eru hver? Já, það er kannski komið að áhugaðasta punktinum að sko, til að skilja Bitcoin af því að hérna þegar við byrjum á að sko skoða söguna þar að segja við skiljum að þetta heillar tölvuglögt fólk að bara þetta var vandamál sem við heldum að væri kannski möguleiki til lausn við sem nú er komin lausn við svo síðar kemur smá fænanslið í þetta sem segir, þetta getur verið meira en bara eitthvað skemmtileg hérna tölvust, þetta getur verið bara mögulega brilljant hérna peningakerfi en það er ekki fyrr en eiginlega í myndi ég segja svona 2020 ok, kom alltaf algjör mani að 2017 Bitcoin verið $20 og krassaði svo hérna 2018 og ég fekk alveg margar snertifleita á Bitcoin 2017, þetta greip mig aldrei að ég skildi aldrei hver eru það er ekkert á bakvið þetta og ég var bara í þessum sama þangagangi og ég myndi segja að flestir eigi að verið, það er mjög skrítið og heyri fyrst Bitcoin og bara já, vá, ég ætla að setja peningum í þetta þá ertu yfirleitt það er nokkuð góð líka sem frekar göllubúl sko, búin að falla fyrir ansi mörgum hérna, fjárfestingum og hérna, píramítum fram til þessa en snertifluturinn sem greip mig og held ég grípur flesta er að við byrjum að spyrja spurningar og þá fáum við líka svarið hver eru verðmætin sem þetta kemur með í samfélagið er einfaldlega þessi einfalda spurning sem
ég held samt að fæstir spyrjið sig eitthvað svona djúpta og sannarlega hafði ég ekkert spurt mig eitthvað djúpta fyrir að byrja að stúdera Bitcoin einhver síður held ég að ég hefði nokkuð góð hugmynd hvað það væri. Hvað er peningur? Það var mjög huglægt. Já, hvað er peningur? Og einmitt, það er eins og segir, það er huglægt og það er auðvitað hægt að fara rök fyrir því að svarið, það er hægt að svara því á nokkra vegu. Ef við tökum svona formlega skilgreiningu, bara hvað er peningur? Hvernig myndi bara hagfræði 101 skilgreina pening? Orka. Já, en svona, bara með við bara svona, bara economics 101 definition, þá er talað að peningur samanstandi af hérna 3 þáttum. Það er í fyrsta lagi store of value, sem er þá eitthvað sem geymir verðmæti, og svo er í öðru lagi medium of exchange, sem ætti þá því sem greiðslumiðil, og svo í þriðja lagi unit of account, eða eitthvað sem mælir verðmæti. Að speglum þetta bara í nútíma peningar svo við þekkið á krónu, dólar, evrur, að þá rýmar þetta nokkuð vel við allt, en við sjáum strax eitt að kannski skorra ekkert allt og hátt í þessu store of value þætti. Það er að segja fiat currency fljótandi gjaldmiðlar eins og þekkjum í dag eru ekki sérlega vel hannaðar til þess að geyma verðmæti. Og af hverju ekki? Jú, já, af því að magnið er ekki fyrirsjáanlegt og það er ekki fyrirfram takmarkað. Það er bara, við þurfum bara að treysta fjármálakerfinu, seðlabönkunum, viðskiptabönkunum til að vera með ábyrga peningastjórnun, og þetta kerfi er ekki sérlega gamalt. Í ákveðnum skilningi má segja að við höfum ekki þekkt svona fully fiat currency system fyrir en hérna 1971 þegar Nixon afnam gullfótinn, en kannski í einhverjum skilningi svona var það búið í gangi cirka 50 ár fyrir það. En þegar við skoðum söguna þá sjáum við það að óteljandi hlutir hafa verið reyndir sem peningar, og þetta myndi segja að vera svona skemmtilegasta vegferðin þegar maður er að stúdera Bitcoin. Þú veist, bara skeljar, salt, nautgripir, hérna ýmiss konar steinar. Fólk er mjög fljótt að gera sér grein fyrir, samfélagið er til dæmis fljótt að gera sér grein fyrir því að við getum ekki búið bara við vöruskipti. Það er alltof þungt í vöfum, seinvirkt, og við komumst ekki á næsta menningastig, við komumst ekki á næsta þróunastig. Við værum ekki með þetta podcast hérna ef Ísland hefði aldrei farið af hérna vöruskiptum. Það er bara, það gengur ekki upp. En það sem að rekur sig á er að enginn af þessum peningum stenst til lengdar nema harmálmar og eiginlega eingöngu gull. Kannski einhver leyti silfur líka og má svo sem heimfæri yfir aðra harmálma. Og þá spyr maður sig, hvað er það sem gull hefur sem hitt hefur ekki? Og þá kemur svona það sem ég finnst að vera að þeir nú eru búin að svara því hérna svona sirka hvað peningur á að gera. Hann á að vera þetta verkfæri sem þjónar þessum þríþætta tilgangi, en áhugaverða svarið er finnst mér áhugaverða spurningin er hvaða eiginleikum þarf peningur að búa yfir til að standast tímastönn. Og svona samantekt á því má hérna setja saman í 5 grundvallarþætti, og leið maður byrjar að segja það upp á þá svona ætti að meika nokkuð mikið sens. Það er í fyrsta lagi að það séu skars, sjaldgæfur, eða sett sjaldgæfni, svo er að sé deilanlegur, divisible, færanlegur, geymanlegur, storable, þú veist, það má ekki leysast upp í vatn eða vera geislavirkur og drepa þig, skilurðu, og svo það sem oft talað sannreinanlegur, það er að segja að ég viti það að ég hérna, ef ég hef þetta í höndunum, ég veit að þetta er ekki einhver eftirlíking eða fake eða eitthvað, og svo má svo sem hendi einu atriði viðbót sem er oft kallað fungible, og það er ekki alveg til kannski nægilega gott íslenskt hugtak yfir þetta, en hérna, og það sem er til orðabókinni er ekki alveg nógu gott, en það þýðir að eitthvað sé fungible, eins og krónur eru fungible, því það er engin uník eiginleikar við hverja króna sem hérna, ég sendi á því í heimabankunum með nákvæmlega eins og króna sem þú sendir. Demantar er til dæmis fyrirbæri sem er ekki fungible, því að það er hvað máli breyti þetta upp á þetta? Hvað segirðu? Fungible, hvernig kemur það inn í jöfnuna? Það er að segja, ef þú vilt vera með pening að þá vilt hann sé fungible. Það sagði að verið sína það að þú ert með peningar sem eru það er ekki fungible, eins og það er svona eru skeljar og steinar Myndi gull ekki flokkast þar? Jú, gull er fungible. Því ég var að keyra í huppa á hann og ég var að hugsa þetta, hvað er raunverulegt, því þetta er allt svo hverfult þetta drast. Við erum búin að tala svolítið Great Reset.
miklu endurræsingu og samkvæmt henni 2030 þá myndu ekkert eiga, allt horfið nema Bitcoinið og ég var að hugsa, ég var að keyra út í huppu ég ætlaði að fá mig sig gull og demantar það var eina sem poppaði upp í hausinn á mér minn einfalda haus Einmitt, og bættu Bitcoin við ég get bætt því við já, það er nú málið sko, af því að einmitt sko, gull skora rosalega hátt í öllum þessum þáttum gull er gríðarlega sjaldgæft það er talað um að myndi fylla baðkar af 1 milljarð af MOM þá væri gull 3 MOM töflur það er magnið og það er geymanlegt sannarlega, það búið til í allavega 5 miljóna árið eða eitthvað sko og verið til bara forever það er deilanlegt, þú getur soðað niður í trójúnsu sko og það er færanlegt augljóslega og það er fungible eins og tölum og það er sannreinanlegt þar sem þú getur gengur skuggum að það sé ekki feik nema hvað, ég myndi færa þau rök að að gull skorar ekki 10 í neinum af þessum þáttum og það sem hefur kannski gert að verkum að það vissulega lifði alla aðra peninga sem reyndir voru so far af því að allt hitt virkaði alveg í góðan tíma og mjög áhugaverð því við erum ekkert að flýta okkur að mjög áhugaverð samfélag eyjan Japp sem er hluta af Páló eyjunum eða sem er í þessum Ástralíu eyjum nálægt eyjunu Páló hún var með mjög frumstætt peningakerfi sem virkaði samt í að mér skildi ykkur 1000 ár frá árum 500 til 1500 eitthvað svo leiðis voru með svona risastein eða googli bara rhinestones risasteinar limestones og þetta voru peningar neðra þetta var bara og virkaði svona í 1000 ár það var mjög frumstætt samfélag og þannig var að þeir voru allir geymdir á svona markastorgi og það var bara í munnlegri geymslu ekkert svo ósvipað ennur þetta koncept og blockchainið sko það er að segja við heldum bara á sannleikanum í munnlegri geymslu það vissi allir bara ég átti þennan stein og ef ég ætlaði að kaupa þér hús eða vinnu eða eitthvað þá tilkynnti ég á markastorginu í vitna við nú framsel ég steini minn harði diskurinn bauð upp á einmitt en svo feilar þetta þegar það kemur svo skipveri, breskur skipveri og verður strandglópa í henni og hann áttar sig á þessu kerfi og sér að þeir eru með fullt af sko, verðmættir hann ásældist sko, og hann fattar ástæðan fyrir þetta gekk upp þetta er að það var svo limestones voru ekki til á einu þeir þurftu að ferja það með kanóa frá einu Páló sem var þvílík svaðilför og menn dóu við þetta sko þannig að menn gáttu treysti þetta mun geyma verðmæti vel að því að þetta er til þessu litlu magni og frambúðu eykst svo hægt sko svo hann ferjaði bara hellingaði þessu með stóru skipi bara flottaði markaðinn og þá föttuðu bara strax þetta gengur ekki þannig að hún tókst að eyðileggja peningin en honum tókst ekki að arræna samfélagið það var eins og það sem gerðist í Afríku þegar voru með skeljar sem virkaði mjög vel þar og þar voru aftur Evrópubúanir þeir föttu, það er fullt af verðmætum í Afríku gull og annað þeir eru að nota peninga sem eru skeljanar sem virka hjá þeim að þeir eru sjaldgæfar þeir búi ekki yfir tækninu og getunni til að auka frambúð með samhætt og vikið þannig að þeir ferjuðu alveg hellinga þessu en þeim tókst að arræna af því að það sem gerist er það bara alveg eins og ég kæmi inn með fullt af krónum bara 100.000 miljardar króna og er að kaupa upp allar fasteignir og allt þetta og þú myndir þetta gerir svo gradually að þú gerir ekki grein fyrir hvað er að gerast allt í einu bara fattar það er fullt af skeljum til sko, en hvað er öll verðmætin og þess að segja það er rétt, peningur þarf að búa við trú það er grundvallarsatriði en það er ekki nóg eitt og sér því að þeir mistu aldrei trúna á skeljónum en þú verður að hafa trú og það verður að vera sound money þetta var ekki sound money þessar skeljur af því að það var of auðvelt að manipulera þetta magn gull hins vegar og þá finnum maður bara að blóma skeiðin ef maður skoðar mörg svona menningar stórveldi mér sérstaklega áhugavert Róm bæði vestrómanska ríkið og austrómanska ríkið og ég viðurkenni auðvitað maður bæjas af því að ég viðurkenni bara það og allir er að viðurkenna það allir eru með einhverja skoðanir fyrirfram og við reynum eins og við getum að vera óhlutdrægir og leita að sannleikanum
en við verðum að sætta okkur við það er alltaf einhver confirmation bias sem mun ef ég les grein mengar í rauninni og það er mannlegt og en maður allavega viðurkennir það þá er maður allavega meiri voni að en það er bara staðreynd og ég veit mér ef ég les grein sem er pro-Bitcoin og anti-Bitcoin, það er búið að gera rannsóknir á því að pro-Bitcoin greinin, að hún samræmist mínu lífskoðunum, hún framleiða eitthvað svona endorfín áhrif sko, á meðan anti þetta var eitthvað. Hvað gerir anti-greinin fyrir þig? Sko, ég svo sem við erum að viðkynna, ég verð alltaf verið miklu vonbrigðum af því að þess að kannski fæ ekki mikil svona þessi varnar og streita áhrif sem á að gerast, af því að ég er alveg viðbúin undir það að Bitcoin reynist ekki vera framtíð og maður hafa rangt fyrir sér. En eitt er alveg 100% og hver maður sem setur bara svo mikið sem 10 mínútur í Bitcoin ætti að átta sig á. Ef Bitcoin gengur ekki upp og verður ekki framtíð, sem á vel vera, þá var ekki að því að var Ponzi-skím, það var ekki að því að var píramídasvindl og það var ekki að því að var neitt sameiginlegt með einhverju túlípanæði í Hollandi á 17. öld. Þú veist, þetta er bara svona fáum umræðan á aðeins hærra plan hér á Íslandi og það má vel vera bara. Bitcoin er geopolitical concept og það er hægt að koma með fullt af valid umræðefni sko, að þetta sé ekki endilega framtíðin og við skulum takast á það því að það er það sem maður vill gera, en þegar maður heyri bara svona menn sem eru augljóslega ekki búin að setja sko 5 mínútur í að stúdera þetta, bara já, bólur eiga sér staði mannkynssögunni og það voru túlípanaði, já, ég veit allt túlípanaði, skilur þú ert ekki að fara að bera það saman við Bitcoin, eitthvað sem búið í gangi í 12 ár og Bitcoin í þessum þáttu sem við erum að telja upp skora 10 í öllum þessum þáttum. Ég meina, er þetta ekki orðið of stórt til þess að verða að engu? Það er algjörlega mín skoðun að því að sko, svo við tökum bara pyramid og Ponzi elementi, sko, það er alltaf elementi þar er að það ertu með centralized aðila sem gefur þér fyrirheit ávöxtun. Ponzi nefndi þetta Charles Ponzi sem lofaði því að þú myndir setja $100 til hans þá myndir láta að fá 200 eftir 2 vikur. Þarna er engin aðili. Það er engin aðili. Ef þú kaupir Bitcoin, þá ertu bara að taka þátt í frjálsamarkaðnum. Þú kaupir á þína áttu, þína ábyrgð á þínu forsendum og það er engin sem skulda þér eitt né neitt. En hvað gerist þegar það er búið að gráða all Bitcoin? Já, það verður árið 2140 og það verður einhver hvað þetta var það er verið að grafa og við verðum að grafa það ekki við verðum að grafa og ég er með skrifað hjá mér að 80% af öllum gagnaverum, ég veit ekki hvort það sé öllum gagnaverum á Íslandi eða bara worldwide í rauninni fara í að grafa þetta Bitcoin sem þýðir að þetta er mjög orkukrefandi og sko þannig að ef við ætlum að fara að komast eitthvað lengra með það inn í eitthvað svona áframhaldandi vöxt erum við þó ekki háð númer 1, eitthvað svona nýjum og kannski mögulega umhverfisvænum orkugjöfum og kannski einhverjum svona nýjum lausnum hvað var að tölvur og auðvitað transport og upplýsingum og þegar ég segi tölvur erum við að tala um einhverja svona skammtatölvur og eitthvað svona dót. Ég meina, er það ekki einhvern veginn bara nauðsynlegt svo að þetta dót komist einhvern veginn yfir á bara svona the ultimate svona max capacity stað? Fattar þú hvað ég segja? Algjörlega og þetta er svona mjög brennandi topic núna. Ég myndi hins vegar segja að við þurfum að, sko það er, maður sér fullt af fyrir svona eins og já, Bitcoin tekur mikla orku og öll heimil í Argentínu eða eitthvað. Sko, það er eitt sem að verður að átta sig á með Bitcoin er að ég heyri það að ein færsla Bitcoin hún tekur henni jafnmikla orku og 2,5 miljón debitkortafærslur. Já, og það, ég svo sem veit ekki nákvæmlega tölur en það kemur alls ekkert óvart. Og það er tvennt sem við nefnum í þessu samhengi. Til að byrja með, sko það er engin orkuiðnaður að ég er best veit í heiminum sem er þetta jafn gagnsær og Bitcoin. Það er þess að þú getur vita nákvæmlega hvað þetta tekur mikla orku. Og upp á brot og það er dálítið finnst mér sko ósanngjarnt að þess að þeir svo oft stilt upp svona að við erum að tala um sko, færslunar sem slíkar taka nánast enga orku í debitkortakerfinu en fjármálakerfi allt sem þarf að bakka þetta upp er náttúrulega miklu orkufrekara. Þú ert að vera með náttúrulega bara starfsemi og hús og manneskjur og kerfi og allt utanum þetta. Á meðan Bitcoin, þetta er raun og veru öll orkan er í þessu mining en sko þá hugsa ég, ef við snúum þessu við og hugsaum ok,
ég er dálítið hrifinn af því að skipta upp sko hugtakinu þegar ég tala að þú veist, eyða tíma eða eyða orku versus svo að verja tíma eða verja orku og ég segi sko ef ég til dæmis að sóa tímanum í eitthvað rugl þá tala ég sé að eyða tímanum mínum en ef ég er að verja hann með fjölskyldu eða í góðra vina á hópi að spjalla Bitcoin sko þá er ég að verja tímanum mínum og ég segi það á að vera alveg sömu viðmið hérna með þetta að hvað held að sé að fara mikil orka í raunveruleika þætti eða byggja upp þorp og sprengja þau fyrir Hollywoodmyndir og eitthvað svoleiðis og hérna við föllumst á að bara boðefnaframleiðslu skemmtena einmitt skemmti gildi er eitthvað svirði og við erum tilbúin að fórna einhver orku fyrir það og svo þurfa að vera einhver meðalhófsjónamið ég segi en hvers virði er og þegar maður skort í samhengi við það þá og ég vildi að vera með tölur fyrir fram ég er það reyndar ekki en ég get þó sagt að með góðri samvisku bara heiðarleika, það er mjög lítið hlutfall ef við ætlum að segja sko miðað við hvað þetta er sagt, ef við miðað við núna er Bitcoin $700 miljardar markaðsvirði og orkukostnaðurinn og það er samt búið að lækka alveg gríðarlega sko orkukostnaðurinn og markaðsvirði 700 miljardar og hlutfallega orkukostnaði miðað við það það var að vera að bera eitthvað saman í maður það var reynda að vera að gera þegar það var í $1000 miljardum sko og þá var þetta að vera að bera saman marga aðra hérna iðnaðar það var eitthvað í kringum 2% og hérna fer orkukostnaðurinn hann hlýtur að fara lækkandi sko það bara með tæknifram já, sko, maður skildi að ætla en það sem er, sko, stuttarsvarið er að orkukostnaðurinn er í raun og veru fórnarkostnaðurinn sem þú greiðir eða sem segja orkuráðstöfunin þar sem getur að verja kerfi til að þetta sé örugt kerfi því að þegar við tökum 2009 þú veist, þá er ekkert mál að hakka kerfi og rugl í það er ekkert það er ekki þetta öryggi nú er hins vegar algjört overkill í örygginu það var engin þörf á að þó að það væri, ég veit ekki nákvæmlega en ég myndi halda að þó myndi taka 80% af þessum tölvum úr umferð Bitcoin er algjörlega sko unbreakable system en menn vilja bara hver byggir á þetta kerfi? Hver er það sem gerir þetta svona skilvirkar og öruggara? Já, sko, það er alltaf einhver þróun í gangi á Bitcoinu en að því við tölum Ethereum og annað, sko, þá er það meira hugsunin með, sko, Bitcoin kemur þess að blockchain-tækni en Bitcoin er ótrúlega bara döll plain concept. Það er ekki með neitt annað utility heldur en bara að vera peningur. Það er ekki að reyna að gera hérna þér kleift að útbúa snjallsamninga eins og Ethereum eða NFTs eða hvað er þetta NFTs sem við alltaf heyrum? Það stendur fyrir non-fungible token og alltaf væri ekki hægt að segja svona stuttsvarið að það er stafræn list já, getur keypt einhvern garð og eitthvað nei, það er komin í metaverse pælingana sem er þetta gríðarlega áhuga pælinga líka en NFTs er meira eins og þið eru með þetta listaverk og þið eigið þetta listaverk bara sko og það er áþreifanlegt sko en hvort er hér og það sé skila svona fólki finnst ekki mega sens og mér finnst NFT ég held að sko ég get alveg trú að það sé komið til að vera en ég held enga síður að bara eins og með krypto in general sko það vera rosalega bólur í þessu en hugmyndi með NFT er basically ég myndi ykkur þetta málverk væri bara inn í hvelfingu í Sviss sko en þú væri með eitthvert sko stafrænt auðkenni sem myndi sína það að þú ættir sannarlega þetta málverk og ég væri til að kaupa bara af þér sko hérna sem þú færir bara þetta yfir á mig og þá er einhver vafa undir orpið að ég er núna raunverulega eigandi þessa málverks en það mun aldrei skipta hendur þetta er bara stafræn list, þú getur ekki screenshot af málverkinu og sett þetta er ekki fysiskt málverk þetta er ekki fysiskt, nei, þetta er ekki fysiskt þetta er alveg grillað dæmi þetta er alveg grillað dæmi og ég er ekki inn í NFT sjálfur sko, þannig ég er ekki hérna þú veist og ég var alveg einn félag minn að setja þungan pening í þetta og ég er svona aldrei, þú veist, ok þú veist, hann var eitthvað að fá mig í þetta ég var svona þú veist, hann sagði at the end of the day þetta er, þú veist heimurinn er að verða virtual og er að verða digital sko, af hverju getur list ekki orðið það sko, hérna af hverju er það að því segjum að þetta væri hérna eitthvað Monet eða hérna Picasso sko upp á 100 milljónir, það var hægt að gera eftirlíkum sem myndi líta nákvæmlega eins út tannilaga, þetta er náttúrulega fyrir train diamond alltaf spot eitthvað difference, munun er að eftirlíkum væri sem í verðlaus en hitt væri ennþá 100 miljón krónar virði, þú myndir líklega geima það ekki hér heldur í ykkur bankahólfi eða ykkur svona öruggu umhverfi þetta sko verðmæti eru rosalega huglæg þú veist og við hérna
alveg svo með gull, nú allt bara gullbréf, gull geymt í hvelfingum í Svissi að Fort Knox eða eitthvað sko að mestuleiti til, en eins og sjáðu, kryptó þetta víður flötur og það auðvelt að týna sér í svona hinum þessum boltum en með orkuna, af því að ég vil svara þess þannig og að þetta spurningin sem raun og veru ef við ættum bara að fjalla með eina spurningu þá myndi ég vilja fjalla með þess hvaða verðmæti kemur Bitcoin með í samfélagi og þess vegna fór ég við vorum þar áðan, ég hef ekki ennþá heyrt það sko og þess vegna var ég að koma með hana aðdraganda sko hvað peningur þetta, af því að það sem blasir við þegar maður skoðar peningasöguna að það samfélag búi yfir sko sound money sem góðan pening. Þú veist, ef við værim með einhvern tölvöku svo Civilization eða eitthvað sko og við erum með hérna 2 samfélag og ég segi, herru, þú ert með jafngóð resources, jafngótt fólk, jafngótt siðferði, jafngóðar svona grunnstóðir samfélagsins, jafnmikla hæfileika í fólkinu og allt þetta. Einu munun þú mátt bara nota skeljar sko sem peninga en ég fæ nota harmóma. Ég get náttúrulega slóðað því að mitt samfélag mun progressa betur heldur en þitt, það bara sagan og bæði alltaf rýmar að sens bara en að meikar að sens sko abstrakt en það líka bakkað upp bara sögulegri skoðun þannig að ég á mjög auðvelt með að svo staðhæfing mjög safe að segja að sound money system gríðarlega mikil verðmæti fyrir samfélag það bara, og ef ykkur vill rekja þetta, ég segi bara skoðaðu söguna, skoðaðu og að því talaði bæja sérna þegar maður skoða Vestrómska ríki og Austrómska ríki og mér finnst áhverð að berða saman með Bandaríkin sko Vestrómska ríkið líðundurlók 450 og eitthvað og Vestrómska 1453 eða eitthvað nei hérna Vestrómska 450 og Austrómska hérna 1450 og eitthvað þegar maður byrjar að skoða stríðsbröld þegar Vestrómarnir voru að berjast í Germanina og opinbera báknið, stöðunar, störfin alltaf að fjölga, útgjöldin alltaf meir og meiri þegar áttu að sá að við getum ekki risið undir þessu með gullið, það bara ekki til nóg af því, við þurfum að þynna það út og það sem, þetta debasement of money og the currency, þetta gerist alltaf alltaf að fara til fjandans það er svo þú hlýtur að halda það, fyrst þú ég meina, ertu að sjá fyrir þér bara eitthvað svona nýjasta tæknovísindi heim bara eitthvað og þú bara eitthvað stendur þarna og allt í rúst nema þú ert bara on top of it að þetta fiat currency system gangi ekki upp og ég held vissulega að þeir sem komi sér yfir í kerfið sem fyrst sem sagt hard money system og ég sé ekki betri tillögu að lausna borðinu heldur en Bitcoin komið betur út úr því en og þetta verður skellurinn slæmur og maður vonar bara að maður hafi rangt fyrir sér en ég trúi enga síður að úr rísi betra kerfi af því að ójöfnuðurinn sem verður til í þessu fiat kerfi hann svo klikkaður sko, og þetta gerbreytir svo þú veist maður ykkur íhaldsmaður að tala gildi kapitalisma, að tala við vinstra fólk og við erum alltaf að rökræða líður bara sko allir þessi klukkutímar sem ég verið að rökræða ég hugsa bara þú veist, wow, við vorum að rökræða eitthvað en það sem við áttum að beina sjónum okkar að fiat-kerfið og ójöfnurinn í þessu hann svo, og við getum farið það eftir bara, þegar maður byrja að skilja þetta svo sturlað dæmi, þetta náður bara sama konsept og þegar Evrópubúinn arrænir Afríku, það alltaf að tala sko þeir voru að stela þrælunum og auðvitað á það að fá sína umræðin, þetta alveg falið arrán þarna þegar rauninni tekur pening sem bara ekki neitt, skilur ykkur að skeljar þú veist, þú getur búið til endalust að þessu og þú tekur raunveruleg verðmætin og sölsar undir sig og hvað með fiat-kerfið, þetta prenta endalust út á peningum ef þú, og ríkast að 0,01% getur fengið eins mikið lána á það vill skiluru og það fær bara lána endalust það bara literally bara tæpað inn tölur sem voru ekki til áður og ég kaupi upp fasteignir og sem sagt aðrar skars assets og þessi greiði fyrir það fiat-peningur og gott og vel, þú ert alveg sáttur, þú veist pening og þú veist að þetta virkar núna alveg eins og Afríkugæðin var alveg sáttur þegar Evrópubúinn kom og tók gullið og kókosnetuna en svo þetta engin tími sko þetta tímaspann sko bara frá því að vera gott partí yfir í algjört fjaskó þetta getur verið bara eitthvað
En sko getur ekki 20, 30, 40 ár. En sko að maður vil koma svona í rafmyndinar Ákveður, hvaða kemur bara eitthvað miklu betri rafmynd en Bitcoin verður hún þá ekki bara verðlaus? Hún lítur að vera byggð upp á sama grunni þetta er alveg frábær og þetta myndi segja að þetta var líklega svona sáþröskuldur svona sú sannfæringarhindrun sem ég og held ég flestir voru svona eitthvað lengst að yfirstíga því ég man þegar ég var virkilega svona að byrja að stúdera þetta og skilja koncepti, skilja sound money system og annað, þá var ég svona tala mikið Patrik manni ok, en af hverju eru Bitcoin ekki MySpace og eitthvað annað, þú veist, Ethereum eða whatever verður þá Facebook eða þetta er Napster og Spotify eða þetta er Nokia og iPhone eða hvað og stuttasvarið er að þegar þú ert með fyrirbæri eins og pening sem í raun og veru en ég teka þó fram að það er auðvitað ekkert sem útilokar það að það verði eitthvað rafmynd sem taki fram með Bitcoin. Ég held reyndar að sé svo nánast útilokað allavega sem sko bara peningur. Ethereum er ekki bara að reyna að vera eitthvað digital money, Ethereum er að reyna að vera miklu meira. Bitcoin er bara með þetta einfalda utility gagslust og öllu leiti nema þetta bara að vera sound money, ekkert annað. Það geti komið armur út frá því. Já, algjörlega, og það myndi segja að væri dálítið sko, og örgulega nöðsynlegt. Já, og það er það sem myndi segja að hafi dálítið gerst með Ethereum og þessum öðrum að það hugsaðu bara, heyrðu, er kannski hægt að gera eitthvað meira með þetta blockchain heldur bara að vera plain dull peningasystem, og það virðist vera að ganga bara nokkuð vel, en sem sagt ef þú nærð bara tökum sem dæmi ef við byrjum þetta saman við gull, ef þú nærð ákveðnum network effect, þar sem nærð nógu mörgum til að taka þátt í þessu kerfi og deila þeirri hugmyndum, herðu, þetta er peningur, þetta skorar sæmilega hátt í öllum þessum þáttum, þetta er færalegt, þetta er deililegt, þetta er geimalegt skiptanleg geimalegt og þekkjanlegt og þetta er fungible og fyrst og fremst náttúrulega sjaldgæft þú veist, að þá er leyfi mér að segja nánast útiloka fyrir eitthvað að koma og taka þitt place af því að hvað ætlar að koma með á borðinu til að kúvenda öllu, jú ok, færslunar eru aðeins hraðar eða bara alveg sem með gulli, ef maður ber saman gull við platínu sem er daldið áhugavert dæmi úr samhengi. Platína skorar hærra í öllum þessum þáttum heldur en gull. Okay. Hún er sjaldgæfari, held ég 30 sinnum sjaldgæfari heldur en gull. Platína er bara sko insane sjaldgæf og en er hún insane dýr þá líka? Sko það er alveg málið, hún er ekki, sko gull geymir, ef þú tölum markaðsvirði alls Bitcoin sem er eitthvað 700 miljardar, markaðsvirði gulls er sko 11.000 miljardar dollara, það er að segja það er sko hvað, 15 sinnum verðmætara cirka heldur en Bitcoin. Platína, ég er ekki alveg með fram með, það er hægt að googla mig, það er bara eitthvað brotað sem minnir að sé 100-200 miljardar dollara. Miklu minna til að því. Já, en þá ætti svona mögulega, maður myndi að hugsa ok, ætti hún bara ekki vera enn verðmætara, en það sem ég, eftir ég best kemst næst, að þá bræðslustig gulls er eitthvað kringum 1200 gráður Celsius, 1230 eitthvað. Bræðslustig platínu eitthvað 1800 eitthvað. Og þegar menn er að, sko, þegar samfélag er að byrja að tilengja sér þessa peningatakni sem gull er, og þá var það bara ómikil fyrirstaða til að þetta gull, til að platína gæti uppfyllt þennan eiginleika að vera deilanlegt, svo skiptanlegt. Það er líka mjög orkukrefjandi þó að... Já, bræðslustigið var bara of hátt. En þá spyrum við svo, ok, gott og vel, hvað með núna? Þetta er ekki issue núna, 800 gráður. Já, sorry, gull var með þetta first movers advantage. Það er bara hugmyndin. Einmitt, það er hugmyndin og það gengur upp. Það er sound money, gull er sound money. Ef það væri ekki sound money, þá hefði platína sko réttilega átt að taka það, en af því að gull skorið öllum þáttum, og þetta er alveg þess vegna eru margir, ég veist flestir sem hafa trú á gulli og eru að hetsa sig með gulli við þessu fiat-kerfi, en eru ekki, þeir skilja Bitcoin sko, og margir eru líki í Bitcoin, en svo eru sumir svona goldbugs sem bara kaupa ekki þetta narrativ að Bitcoin sé digital improved gull og benda meðal annars réttilega á þetta, þú veist, gull er búið til í 5.000 ár, gull er sound money, þetta fiat-kerfi er 50-100 ára hiccup eftir því hvernig við lítum á það og er að fara að run its course og við erum aftur að fara í gullið. Guðrún Bergmann vil meina það. Já, og það, þú veist, he's not wrong, sko, skilur, og ég meina, auðvitað, hvað veit maður, ég veit ekki, eitt bara hefur maður lært, maður veit ekki neitt, skilur, tíma er bara leiðljós, en svona, ef við leiðum okkur að halda að við vitum eitthvað, þú veist, þá held ég hans ég alveg með það nelt niður, sko, að, hard money
verður bara, það bara mín saga, ég trúi ekki að því núna segja sérfræðingarnir herðu, við bara leystum þetta, við erum með pening núna sem þetta fiat currency evrur, dólar, þjóðagjaldmiðlanir, fljótandi gjaldmiðlanir og bara rýma þetta, spegla þetta á allar það þætti, þeir skora bara upp á 10 í öllum, en svo spyr ég byrju, ok, en hvað með scarcity elementi, já, við erum svo miklu sérfræðingar, við stýrum magninu að það ekki að fara að fara úr böndunum, ok? Er þetta ekki hroki? Að mínum dómi algjör og ef við skoðum sko hvað hefur fiat currency oft verið reynt og hvað hafa margir bröðum og maður þekkir einhvern fræg dæmi eins og að tala Zimbabwe og nú Venezuela og Weimar Republic og eitthvað en svo skoða maður raunverulega söguna og þetta eru sko bara svona 50 dæmi hyperinflation, óðaverðbólgu og til margs hvað sko skilgreiningin á óðaverðbólgu er raunverulega þröng að sem dæmi 1983 í ríkisstjórn Gunnars Thoroddsen þegar verðbólga fór í 83,3% og fór hæst í 130% í ágústmánuði það skilgreinst ekki sem hyperinflation þannig að það ekki á listanum sko, skilja, og það samt sko það var megaverðbólga en sem sagt by definition þá hefur Ísland ekki kynst óðaverðbólgu óðaverðbólga mörg 1000% eða skilji og mörg 0 já, þannig að sko maður bara svona ég leiði mig bara því miður að hafa verulega efasemdir að þetta fiat-kerfi sem sagt bara við bara treysta því að magnið í umferð því verði bara stjórnað með ábyrgum hætti ég held bara freistnivandinn að skapa meira og meiri pening Er ekki það sem að breytti að Nixon? Var það ekki að gullið átt að vera meira en peningur og hann köttaði þá? Einmitt, og ef maður ber það saman þess að finnst vera sko, það er ekki tilvíðan, það gerist 1971 þegar Víetnamstríð var búið að setja sko fjár af Bandaríkjanna til andskotans og gullfóturinn sem var sko varin af að ég held rétt stjórnarskrá að minnst okkur til lögum já líklega þó bara lögum en gott og vel, enga síður það var lögbundin gullfótur í landinu að þeir voru búin að sko þverbrjóta hann þegar hann var afnuminn það var að minn skil 6-falt meira magna dollar í umferð heldur gulli leyfði og þá stendur hún fram fyrir ákveðin hvað ég var að gera ég var bara að vera gjaldróta skilur eða ég var bara double down og það var bara double down og við bara afnumum gullfótinn við bara öll önnur ríki heims voru búin að afnema svona gradually gullfótina hjá sér Bandaríkinn var eina landið og það var bara peggaður aðri gjaldmiðlar voru peggaður bara við dollarinn eitthvað leiti og sko ég held að þetta sé að mörgu leiti dálítið sambarilegt við ef við skoðum Vestrómska ríkið stríðsbröldi við Germani sem örgulega jafn stúpid og Víetnamstríðið sko og opinbera báknið að þenja stöðugt út og það er svo sársaukafullt að fara við þurfum að segja upp 1.000.000 mannskiluru þú veist, við bara frekar bara höldum þeim áfram vinnu að því við prentum bara peningana skilur og þá bara ertu að sjóða froskinn lifandi sko hitt visslega riðið í handbremsu ógeðslega sárt en þú veist, það er bara það er ekki til peningur meira til að borga þetta og það er bara, það er ekkert En eru þú ekki bara orðin á mörg? Það er svo önnur pæling sko, ég ætla ekki að þykjast vita það sko, ég bara eina sem ég þykist svona hafa sæmilega hugmyndum er að við þurfum peningakerfi sem er decentralized, þar að segja það er ómiðstýrt og það er með limited supply Þannig að svo ég skilji rétt sko, svarið við spurningunni hvað er Bitcoin eða svona cryptocurrency sem Bitcoin er að leggja fram í samfélagi í dag Sjálfbærni Já, ekki enn sem komið en það er verið að búa til í rauninni einhvern veruleika og klipp út mannlega sem að til staðar þegar út frá trú að allt fer í fokk Það mætti segja dálítið þetta, já það er svona, jú en fram á því þá er þetta svona eitthvað fun og svona eins og töluleikur og pluss gjaldmiðill fyrir leigumorðingja, hryðjuverkamenn áður en fyrir mér rekjaleikan ákveður menn eins og Warren Buffett og svona miklu meistarar sem að hann vill ekki heyrast minnst á Bitcoin og ég held að það sko Er það hroki og ekko líka eða?
ég held að við gefum honum smá pass, hann á níræðis aldri sko, ég hugsa að ef við allir, þegar við erum 80 ára ég þarf ekki að vera svolítið svona þengjandi, þarf að vera open-minded og hann pottit hefur verið það skil, annars trúi ég ekki að hann hefði komist á þann stað sem hann í dag sko, en hann náttúrulega hefur svo reyndar held ég síðan sem hann sagði bara að hann var svo spurður ok, ef þetta svona mikið drasla af hverju shortar ekki Bitcoin skiluru og þá sagði hann look, I get in enough troubles with investments I do understand, I'm not gonna get tangled up. Þetta bara þessi mantra í rauninni? Já, hann alltaf með þetta, ekki fjárfæstíð sem hún skilur ekki og hann svona dálítið heiðalegur, ég skil þetta ekki þú veist, en as far as I can tell þetta bara rugl og róttu veitur en ég hugsa svona, jú, þú þarft að vera dálítið open-minded til að láta hvarla að þér að mögulega sé kerfi núna sem við þekkjum foreldra okkar og foreldra þeirra þekkja, það er bara krónan og að það sé mögulega eitthvað kerfi sem gengur ekki upp til lengdar sko, veist, þetta er náttúrulega ekki þægileg pæling en mér langar bara að koma þetta aðeins á sko með ólögmætt viðskipti með Bitcoin. Maður heyrir svolítið af því. Einmitt, og ég hugsa að þetta hafa alveg strætómálið átt við, já það er að vísa aðeins annað, það er eftir með sko fyrir bara í rauninu bara að það er eitthvað sem er hackað í rauninu og bara, það er ekki beint með kannski Bitcoin sem er eitthvað svona gerandi í einhverjum glæp heldur bara ég fremi eitthvað, ég stel ykkur af ykkur og ég heimta lausnagjald og hann vill Bitcoin af því að þú veist, það er betra heldur en krónur eða hvað það er okay. En sko ég held vissulega að þetta hafi átt alveg við betur rök að styðjast áður fyrr þegar þetta var miklu meira svona vilda vestrið nú er veruleikin orðin allt annar og það er fyrirtæki sem heitir Chain Analysis og það gefur út svo kallar Chain Analysis Crypto Crime Report árlega og eitt sem og þeir svo kryptolögga sko já, einmitt, þetta er svona rekjanleika kerfi og þeir að greina rosalega mikið færslur á blockchainu og eitt sem gera er að þeir og ég veit að löggæsluyfirvöld, Interpol, FBI og bankar og svona financial institutions að nota þetta mikið að til að einmitt átt að sjá umfangi ólögmætra viðskipt og peningaþvættis eitt sem þetta gerir er til dæmis það að þetta greinir allar adressur, Bitcoin adressur sem hafa birst á dark web og það sem allt fer fram já, og það Bitcoin sem fer inn á þetta skilur það er þá illegitimate sko transfers og sláandi tölur 2019 2019 þá var hvað 2,3% af öllum rafmynda viðskiptum og Bitcoin er minnst í því skiluru eða Bitcoin er bestu viðskiptin en hlutvalslega minnst tengdust ólögmætum viðskiptum 2020 fyrir tali 0,34% svo 2021 hækkaði þetta í eitthvað 0,6% Þetta er á undanhaldi já bara og á meðan ertu með sko samkvæmt skýrslu Alþjóðabankans World Bank þá ertu með 2000 milljarða $2 trillion árlega sem tengjast ólögmætum viðskiptum og granted það er miklu ég er ekki með hlutvallir nákvæmlega en það er allavega miklu meir en 0,1% já það er einhver örfá prósent en þannig að og eitt af því er og það voru ég hlusta ekki til á podcast hjá okkur saksóknurum í New Jersey eða eitthvað þeir voru að tala eitt barnaníðsmál þar sem eini glugginn þeir náðu að bösta upp hring og eini glugginn sem fengu sem náðu að exploita og náðu að bösta hringinn eða það var eitt sem asnaðist til að nota Bitcoin en þá gáttu þeir rakið þetta allt saman hverjir gáttu það? Also, já, lögreglan Þannig að rekjanleikin er kannski meira en við gerum okkur grein fyrir Bitcoin er sem kallast hálfur rekjanlegt kerfi og það þýðir að sko, það eru allar færslur eru rekjanlegar úti óvandarlega en það er engin nöfn á baku adressunar skilur þannig að þetta er nafnlaust kerfi hins vegar núna er að gott sem allar kaupallir í heiminum bara ef við tökum það myntkaup eða Binance eða hvað það er að það verður allir að fara í gennum svo kallar KYC ferli Know Your Customer sem þýðir það að sú adressa ef þú skráður á myntkaup þá er sú adressa komið með nafn þú verður að auðkenna einmitt, þú múin að auðkenna þig og ef þú ert að selja eiturlyf eða whatever og þú ert að nota Bitcoin á einhverjum tímapunkti er mjög líklegt að þú þurfur að koma þessi yfir í meira liquid asset heldur en Bitcoin þar sé eitthvað medium of exchange eins og
bara eins og hérna ég er svo vill ekki nota orðið peningur því ég er svo hrifin að því að Bitcoin er peningur sko, en sem gjaldmiðl sko. Þú ert að koma sér í gjaldmiðl og þá er bara orðið djöfulega erfitt fyrir þig að hérna að það fari ekki á einhverjum tímapunkt á einhverja kaupöld sko. Möguleg ég til í að taka skiluru hérna við frá þér og ok, þannig að þú slapst þegar þú ert ekki búin að koma inn að kaupöld en svo ok, nú ætla ég að selja dýr í íslenska krónur og ég gera það á myndkaup eða hvað það er skilur og þá er hægt að rekja þér bóki hérna komið nafn á færsluna það er spurt mig, herðu ég sé hérna að það eru 20 bitcoin senda á adressu sem fóru svo myndkaup hver er upprunni fjármagnsins skiluru eftir sem áður þá er alltaf vandamálið þetta eins og bara með fíknefnaflutninga sko að það er auðvelt að finna burðardýrin en það getur erfitt að hérna rekja sko hver er höfuburinn á bakvið. En hvernig ætla þá eins og strætóþrjótanir að sleppa? Hvernig ætla það að geta nota pening? Ennþá er bara í svona... Nei, segjum að strætó hefur bara borgað hana bara 10.000 bitcoin. Hvernig ætla það að... Mögulega hafa þær ekki hugsað til enda en auðvitað er að þannig að þú veist, það er eins og með annað að hérna þó að í rauninni burðirnir og getan og verkværin séu til staðar sko þá er alltaf náttúrulega, það er ekki það með sagt að þessi garantera að allt fari í gang sko ef þetta eru og merkilegt nokk er að stærstur hluti þessar ólögmætu viðskipta eru skattsvik og svindl scams og því að örugglega orðið vari við það eitthvað mér finnst að þetta er að vera meira fjall en það er mikið af bara svona svindliði eldra fólk sérstaklega sem lendir í þessu það skráir sig eitthvað inn á Facebook eitthvað, það eru græddu fullt af peningum gefur upp eitthvað og svo bara ringir ykkur erlendu gæði bara I'm gonna make you a lot of money hérna skilur og bara búin að taka upp tölvuna fyrir hann á heimabankan, straujar allt sko og þeir að nota mikið Bitcoin senda eitthvað til Indlands og jújú, þú getur vissulega rakið þetta en ég meina hvað ætlar að gera ætlar að fara til lögreglunar hér og segja hérna það eru 5 milljónir króna sem hérna fóru á adressu er að setja eitthvað ferli bara, þú veist, sorry, það er hérna það er bara sama með margt annað sko já, og það er alveg sama með Fiat-kerfið þú myndir senda 5 milljónir út á okkur bankareikning á Cayman sem fer svo annað, það er alveg til resources og ef þú ert nógu það er bara ekki að fara að gerast þá er það bara ekki að fara að gera sko ekki nefnum að fá Liam Neeson í Taken skilur til að keyra almennilega á þetta sko en einmitt að verðmætin sem og bara tilgangurinn til þess að þetta make eitthvað sens til þess að þetta réttlæta þessa orkunótkun og til þess að þetta réttlæta þessa umfjöllun og má segja orku sem þetta tekur í samfélaginu nú kemur að það er að þetta er tillaga og undirbúningur og raun og veru er systemið tilbúið en það er bara við erum ekki tilbúin að samþykkja það ekki strax að minnsta kosti að betra peningakerfi og betra peningakerfi sem mun leiða til betra samfélags að öllu leiti og það út frá trú já og þetta kannski í sögulegu samhengi líka sko trúin verður að vera að því að þetta segir sjálft ef engin trúar Bitcoin þá er það verðlust þú veist og þá saman um gull og annað sko og svo kemur fólk alltaf já gullið er allavega notagildi þú veist ok hérna já það er ekki notagildi en það er reyndar áætlað af þessum 11.000 milljörðum dollara þá er reyndar áætlað að notagildi eða iðnaðargildi í gulli já þú meinar sé eitthvað 6 til já gerfinett og tölvur og annað sé eitthvað kringu 6-8% ok, sem þýðir það að sagt, monetary valueið í gulli er þá veist, 95% cirka þannig að hérna ef þá tökum bara hitt veist, hvernig útskýrir þá þetta jú, af því að þetta hefur monetary gildi og Bitcoin er algjörlega gagslaust að öllu leiti nema þetta er frábær peningur og því við tölum aðeins hérna, vorum að byrja þáttinn tölum aðeins hérna scalability issues það er að segja, og þetta er ofþörri nefnt það er að segja þú veist, hver blokk og það er blokk á tímnafresti og hver blokk er eitthvað cirka 50 færslur eða eitthvað hérna Bitcoin og hvernig ætlar þá að láta þetta skeila á einhverju universal mælikvarða hérna miljardar, 8 miljardar eða vel 10 miljardar eftir einhver ár hérna, þú veist, þetta ræður ekkert við þetta og það er alveg rétt Bitcoin er stór greiðslukerfi það er að segja að Bitcoin grunnlagið mun aldrei fungera sem hérna ég mun aldrei nota Bitcoin það mun aldrei koma sá veruleiki að ég mun fara hérna í huppu og nota Bitcoin og það er þá tvennskuna veruleiki sem
gengur upp ef Bitcoin verður sem sagt, nýja tæknin. Það annarkvort að þetta verði þá bara stafrænt gull, bara basically verði bara store of value peningur, þetta verði þá bara með hlutverki sem store of value, af því að gull sönnum þess að þú getur verið peningur þótt þú sett ekki í medium of exchange, þú fer ekki með gull í höpu. Nei, en þá bara eftir að skapa einhvern arm sem skilvirkt getur komið og náði í. Einmitt, og ég held að það sé líklegri veruleiki og það núna komið fyrirbæri sem eru up and running og heitir Lightning Network og þar virkar þetta raunverulega þannig og Torfi mitt á myndgumi alltaf að segja þetta nefn þetta það var bara gaman, hann sendi mig myndbandi hann fór til Berlín fyrir Berlínar fyrir einhverjum mánuðum og þar fór hann bara í kaffi búð í á kaffihús í Berlín keypti sér einn kaffibólla fyrir einhverja 2 evrur færslan tók svona og kostaði færslan 0,3 krónur eða eitthvað hefði kostað sko en hefði notað kortið sitt 5 krónur eða eitthvað hann sem notaði þetta Lightning Networkið og Lightning Networkið efralag á Bitcoin sem skeilar alveg bila þetta raun og veru ekkert svo ósvipað og bara greiðslukortakerfi sem við þekkjum núna það einhver svona stórgreiðslukerfi sko í bakendanum, í grunninn en var hann með kort eða eitthvað líka? Nei, hann var með síma hana en það verður hægt að útfæra þetta með kortum gerir það fyrir líka sko en hann var hann bara með síma sko og downloada bara veski sem styður Lightning Network og þá virkar drömmulega þannig ég með eitthvað Bitcoin á þessu grunnkerfi sem er bara sem 0,1 Bitcoin sem er núna $3,700 cirka 500 skall tæplega og ég þá hleði upp á Lightning Networkið sko og svo færsla vissulega þessi slow klukkutíma en það ein feit færsla það ein feit færsla og svo bara hvað networkið með Lightning Networkið sem er rauninni sama og gert sko eins og bara með margar Mastercard og Visa færslur Getur þú verið með þetta í gangi hér á Íslandi? Getur þú notað það hér? Þetta ekki að því best veit þá ekki verið að það engin sögulega neitt sem býður upp á Lightning Network í dag þetta eins og tæknin komin hún up and running þú veist eins og eiginlega eitthvað kaffihúsana en skilja eins og ég var heyrt fólk tala ég vil bjóða Bitcoin sem option þá fólk meira hugsa þetta svona marketing stönd eins og með Tesluna var eins og með Tesla ég held að hann hafi ekki selt sko hann hafi selt eitthvað örfáar Teslur með Bitcoin sko þetta og þetta einmitt með network effect þú þarf network effect til að þetta gangi upp og við erum ekki komnir sko við erum komin ágætlega langt þó ég myndi segja við séum enn á byrjunartegum í sko network effect bara með Bitcoin sem koncept það talaðum að eitthvað kringum 200 milljónum mann segja Bitcoin ég myndi eins og halda að yfirgrandi meirihluti þeirra 200 milljóna eigi það í mjög litlu magn og sé ekki búin að setja marga klukkutíma og ég kannski í að pæli í þessu sko sé meira bara að taka þátt í þessu en ég trú því að þetta netmuni stækka og þá komið meiri grundvöllur fyrir lægna sko. Eitt sem ég held að fyrir mér þetta ekki svo mikil þörf sko nú komið til ég með kort og fleiri það sem svona kryptokort og þá alltaf bara evrur inn á kortinu en ég enga stunda ef ég að fara út að borða eitthvað og ég bara með 10 eurur á kortinu og selja Bitcoin fyrir 100 evrur og það gerist bara svona svo strauði kortið þannig að leiðin frá krypto yfir í bara það að greiða sko, þó ég sé vissulega ekki þó kaupmaður sé ekki að taka við Bitcoin hann bara að taka við evrum það einhver milligöngum að einmitt að þá svona þú veist þetta svona af því ástæður því að gull feilaði eventually sem peningur að þetta var svo þungt í vöfum færanleikin sko var svo lélegur eftir því sem samfélagi var alþjóðavættara og þróaðara og þá fór fólki þetta verður þetta að vera með gulla því við vitum að verður að vera einhver sannleikur sko eitthvað scarcity unit underlying asset sko true asset sem bakkar ef við ætlum að fara að skipta bara á raunverulegu verðmæti fyrir bréfpeninga þannig að við bindum þetta við gullið og þú veist þetta má rekja aftur til sko 13. aldar eða eitthvað og alltaf gerist það að þegar þetta kerfi reynt það þá einhver gullfótur sko og second armurinn þá meira skilvirkur sem medium of exchange sko sem greiðslumiðil aðilanum sem treyst fyrir að sjá til þess að það fari ekki meira af seðlum í umferð heldur gullfótur leifir hann bregst alltaf af því að freistnivandinn
er svo mikill og ef ég ætla að segja hérna, já en ef sko ég myndi gera þetta sko, þá myndi ég ekki breyða. Mér er þetta svona svipað eins og við horfum á kommunismann og nazismann og þessar öfgahyggjur sko, leiða alltaf til massmörder sko, og svo er maður, já sko, og við slúðum ekki nazismann, maður heyrir kommunismann, já, sko hugmyndafræðin er góð sko, bara útfærslan er ekki, bara þá ertu raunverulega að segja, ef ég myndi vera við völdin hana, þá hefðu Sovétríkin orðið rosalega blómleg sko, bara, sorry, hvað ég þurfa að reyna eitthvað svona oft, þú veist, og þá held ég því miður að gull mun eiga erfitt með þetta vandamál. Bitcoin mun eiga erfitt með vandamál að sannfæra fólk að þetta er svo nýtt, en kynslóðir yngjast og endur nýja sko, og ég held að það kynslóðir sem koma hér eftir mun eiga auðveldara með að skilja raunveruleikan í hinu stafræna, af því að eldri kynslóðum þeim finnst það sem er stafrænt, það er ekki raunverulegt. Ég er ekki sammála, þú getur alveg verið með eitthvað raunverulegt fyrirbæri þótt að sé ekki áþreifanlegt, en maður finnur sko að hérna, eldra fólki oft það finnst Bitcoin vera óraunverulegt en gull vera raunverulegt, af því að annað er áþreifanlegt og hitt er, ég segi ok, ég skil hugsununa en ég er ekki sammála henni, og ég held að yngri kynslóðir þau munu skynja raunveruleikan á bakvið þetta. En sko, ég sé á myndköpsíðunni, þar eru með síðu fyrir einstakling og fyrirtæki. Það að fyrirtæki ætla að fjárfesta í Bitcoin, segjum að ég er með félag, mér langar að fjárfesta í Bitcoin mánaðarlega, það samrýmist kannski ekki til að, sko, samrýmist að tilgangi félags eins og verðbréfasal og annars, skilju, fellur undir sama hatt. Ég skilju hvað er að fara með þetta? Já, algjörlega. Sko, ef að félagið er gjaldþrota og sér, búin að eyða 10 milljónum í Bitcoin, þetta er bara langt út fyrir tilgang félagsins og svo framvegis. Er búið að festa þetta alveg svo bara með skattin, það er búið að vera í fréttunum upp á síkastið, menn telja sig kannski ekki þurfa að tella þetta fram og svo framvegis. Hvernig leysið þið þetta? Sko, það sem liggur alveg skýrt fyrir er að það er framtalsskylda, að bera að telja þetta fram, og það sem liggur jafnljóst fyrir og núna nýlega staðfesti úrskurð yfirskattanefndar er að innleystur hagnaður af sölu rafmynta er fjármagnstekjuskattsskyldur. Svo eru önnur tilvik sem er enn á sko bara í mótun, þú veist, en svona þessi grunn bara ef ég tekur kjarnatilvik sko, bara þú veist, ég kaupi Bitcoin fyrir 1 milljón, selda svo fyrir 1,5, þannig að 500.000 krónur í fjármagnstekjur sem ég ber að greiða 22% skatt af. Visslegri einstaklingur er með frítekjumark upp á 300 skall eða eitthvað. Hinn pælingin sem þú ert með samræmist að tilgangi félag sko, þú veist, það hvernig fyrirtæki geymir verðmæti sín sko, hvort sem þú ert hérna í teppasölu eða fjárfestingum sko, ef þú veist, það er alveg samræmilegt tilganginum að ég ætla að geyma peningi minn sem er á reikningi sem sagt eitthvað svona tekjuafgangur eða eitthvað annað, ég ætla að geyma það í Bitcoin eða dollar eða eitthvað sko, það er ekki hefur ekki verið eitthvað issue, en hitt er annað þetta, hvernig, ef þetta er public félag, hvernig taka hlutafar í það og ég veit ekki hvort ég þekki hérna. En eins og lífeyrissjóður svoleiðis, þá hafa þeir ekkert verið að fjárfesta í Bitcoin? Ekki á Íslandi, en það eru tvö staðfestilvik, þeir hljóta að vera fleiri, en ég veit bara 2 staðfestilvik. Það er lífeyrissjóður í Ísrael sem getur verið $100 milljón 2020 og svo lífeyrissjóður í Nýja-Sjálandi sem getur verið $244 milljón held í 2020 líka, í nóvember 2020 held ég, kann að vera 2021, ég held að vera 2020, en það varð ekki public fyrir en sko löngu síðar. Ég myndi halda að það séu, en vogunarsjóður hins vegar, hedge funds í Bandaríkjum hafa alveg verið nokkuð grimmir. Þú veist, það kom fréttur á Coinbase að 10 af 100 stærstu vogunarsjóðum Bandaríkjana eru sagt, í viðskiptasambandi við Coinbase og þú veist, Ray Dalio hefur náttúrulega verið að sagt, færa sér nær og nær Bitcoin og hefur verið núna hérna, hefur fjárfest í Bitcoin, og það sem var, þegar ég var að byrja í þessu þá var þetta aldrei stórt hérna Paul Tudor Jones sem er með einhverja $5 miljardar. Þetta eru þessi kallar, Ray Dalio, Paul Tudor Jones, Stanley Druckenmiller, þeir komum inn í þetta 2020-2021 og það fekk alveg svona áhrif á bara ok, þetta eru allt kallar í kringum 70 sko, búin að lifa og hrærast í þessum hardcore Wall Street leik sko og og Paul Tudor Jones kom með heldur gott komment. Það setti held ég $100 milljón í þessum, að hann var að stýra $5 milljörðum.
í einhverjum hedge fund sem hann með og setti $100 million í Bitcoin og hann var bara, þetta var svaka frétt Bitcoin fór á $8,000 í 9 bara 11% hækkun, 12% hækkun og hann var spurður hérna ertu svona sannfærður að Bitcoin sé málus, þetta $100 million það sagði, nei, ég í rauninni ekkert svona sannfærður ég bara, Bitcoin er það relevant og það compelling argument að þótt ég sé ekki enn sannfærður hvert er að fara eða þessi málið þá er orðið of mikil áhætta og alltaf því óábyrgt fyrir mann sem er að stýra sko hedge fund að gera það ekki að vera með zero exposure í þessu, þú veist og hann sagði ég myndi halda eðlilegt exposure þegar eitthvað er orðið svona stórt er svona 1-2% og hérna og þetta er alveg sjónum, þetta er svipað eins og sko að við tölum aðra rafmyndir að til hugtaki í svo rafmyndæmi sem kallast Bitcoin maximalist eða Bitcoin maximalism sem stendur fyrir það að þetta eru svona gæjar sem hérna stúdera peningasöguna alveg í þaula sko og komast bara þeirri niðurstu það er bara one ring to rule them all sko, það er ekkert annað sem getur þrifist og þetta er allt bara eitthvað casino gaml, aðra rafmyndir og uppi mun bara að standa Bitcoin ég teka fram, ég færist aldrei fjær mér finnst þetta sko alveg rökrétt afstaða og hún rímar alveg vel við peningasöguna og ég held að þetta sé alveg rétt nálgun sko eða bara hugsa rafmyndir sem digital money þá það er ekki bara að hugsa þetta í bara í allt öðru saming það sem sko Bitcoin held ég að verði alltaf sagt, kóngurinn í sko það að vera digital money þetta peningakerfi þessi peningur sem Bitcoin er og ég sé enga aðra rafmynd slá okkar lífskeiði já og einmitt og ég sé enga aðra rafmynd veita Bitcoin samkynni því en ef maður skoðar eru aðra rafmyndir reyna að veita nei þær eru það ekki þær eru með aðrar lausnir eða annað purpose, annað utility í Ethereum, þú getur gert fullt af hlutum á Ethereum þú ert með network effekti og þú ert með þetta scarcity í því sko, það er 100 miljón ETH til 40 miljón ETH til og það verður til 10 miljón á ári sem því það eftir 26 ári eða þetta komið 400 miljónir þá er verðbólgan svona 2,5% á ári og hún mun alltaf minnka sko í Ethereuminu en þú getur verið að smíða snjallsamninga og þú getur verið einmitt með og snjallsamningar er sko fyrirbæri sem er alveg umdeilt verður þetta eitthvað big hit eða verður þetta eitthvað algjört flop sem verður svo ekkert eitthvað við vitum það ekki, það er speculation sko, en hvað meira með snjallsamninga, hvað er það að tala um? Snjallsamningur svona einfaldasta það er svona self-executing contract það er að segja og eitthvað sem svona kannski lögmenn væri held ég ekkert alltof hrifnir að vera ég myndi að bara svona hefðbundin samningur sem bara tökum leigusamning sem dæmi þinglýsing og allt einmitt, allur pakkin í kringum þetta og jú, ég visslega eftir núna að koma með bara nokkuð stöðlu form og annað en svona í grunninn þarf ykkur að semja þetta það þarf að skrifa undir þetta og svo þarf að tryggja efndir og ef það verða vanemdir þá er ofta ákveðið vesen þarf að virka eitthvað ferli í gang Ertu þá að tala er þetta þá eitthvað að rauninni bara út frá svona auðkennings Já, ímyndar við getum gert snjallsamning og ég myndi ekki henni þurfa að vita hver þú væri og þú þurftir ekki að vita hver ég væri Nei Þú væri bara með íbúðarleigu og það væri bara, þú var bara að setja þetta mikið Bitcoin eða krónur eða Ethereum eða hvað það hérna inn á þessa adressu af því það er komið núna tækniða fyrirtæki sem heitir Monerium sem er að vinna því að setja þjóðagjaldmiðla krónunar þetta á blockchainið sko og það er dálítið heillandi fyrirbæri líka að og þá var bara ef ég sem sagt setti segjum bara Ethereum andvirði $1,000 að þá fæ ég eitthvað í hendunar sem gera verkum að til dæmis, ég veit ekki lykilorð eða whatever, þú veist, sem þýðir að ég geti slegið inn og er þá með aðgang að húsinu, íbúðinni og það er rafmagn og internet og allt upp and running og ég verð að vera búin að greiða svo aftur $1,000 virða Ethereum fyrir sko næstu mánaðamót annars bara er ég ekki lengur með aðgang, það er ekki lengur rafmagn þetta er samningur sem er algjörlega sjálfvirkur þú veist, og þú varst alveg inn í efnisheiminn líka einmitt og þetta er þú veist, að því ég best veit þá er þetta enn allt í svona algjöru beta þú veist, ég veit ekki þetta er áhugavert sko, þú veist, það sem er orðið svona mjög raunhæft núna það er ekki alveg sama koncept en samt dálítið svipað nú eru þessi margar síður eins og Crypto.com og Coinbase og aðrar
að bjóða upp á lán, sem bara fiat lán, þeir lánaðir dollar sko, eða evrur eða hvað og þú þarft ekki að fara í gegnum neitt greiðslumat eða neitt, eina sem þú ert að gera þú leggur handveð Bitcoin eða eitthvað ramminn sem þeir taka gilda, Bitcoin, Ethereum, þessar svona helstu rammindir og þá er dílinn bara þessi, ok, segjum eins og núna, segjum að mér myndi bráðnauðslega vanta 500 skall og ég var með 1.000.000 andvirða Bitcoin og ég bara, Bitcoin búið lækka 50% eða 40%, ég get ekki hugsað mér að selja núna sko, en mér bráðnauðslega vanta 500 skall, þá get ég tekið lán, legg 1.000.000 í handvið, collateral, fæ instant 500 skall, borga yfirleitt eitthvað kringum 8% ársvexti, engin lándugugjöld eða neitt og ég get svo bara einhver setta á debitkortið mitt eða bara selta og tekið út í settin á bankareiningin minn og svo dýtli bara þessi, ef handviðið lækkar þannig að þetta það eru tvísýnt hvort að dugi fyrir skuldinni sko, þá selja þeirra automatist, liquidata þig og þeir miða við svona 42,5%, ef þetta er 50% loan to value ratio, þá væri alltaf að fara alveg neyri 0 væri að 50%, þeir lefði alltaf ekki að fara svo langt, þeir vilja vera öryggir að vanefndir vanskil get ekki gerst, þannig að þeir selja þig ef þetta fer neyri í sko 42,5%. Já, ok. Og þarna þetta er mikið lágætt af það. Já, og ég veit ekki, ég lendi í maí þegar Bitcoin fór úr 60.000 í 30.000, ég var með slatta svona í collateral og bara trúði ekki að ég tók það í 60 og trúði ekki að Bitcoin geti farið niður í sko fyrstu niðurgang mér leið ekki vel að sko það sem ég leið sérstaklega illa með var að ég hefði ekki þurft að liquidata sem ég gerði þau mistök að ég var með þetta í collateral og svo var ég með restina af kryptónum minn allt læst sko á vöxtum þannig ég var alveg með nægar eignir til að sko fylla á handvið og sleppa þá við skellin en ég gæti ekki hrifta sko, þetta gerir svo hratt læst á vöxtum, hvað þýðir það? Það eru sum platformur sem bjóður upp á það og við erum verið að skoða þetta á myndgöfum þegar við finnum bara svo innlánsreikningur eða eitthvað svoleiðis? Já, við erum að verum og þá farum bara að greita vexti í rammyndinni. Hvað mikið? Af hverju stýrast vextinir? Ekki stýrivöxtum? Nei, ekki stýrivöxtum og þetta er bara í raun og veru eins og ég og þetta er spurning sem maður fær mjög oft sko og veltir alveg sjálfur fyrir sig hvernig fara þessi stóru fyrirtæki að því að út í heima vera að borga þessa vexta framhæntir. Einmitt. Og mín skýring eða svona eftir ég kemst best næst þetta er bara hluti af sko útgjöldum að það sem þessi fyrirtæki eru öll að reyna að gera núna er að ná adoption þú veist, er að ná í hver verður fyrsta rammfyrirtæki sem fær 100 miljónum vígstöðinni, hver skilur því að þú veist, þeir trúa því, þeir sem er í space þetta er komin til að vera Crypto.com var að kaupa hérna réttin á Staples Center nú heitir það Crypto.com að rýna næstu 20 árin borguð $700 million fyrir það þannig að sko ef að bankarinn á ekki að halda í við verður þetta þá bara eitthvað eins og Blockbuster eða eitthvað svoleiðis? Það er það sem ég held, já. Þú veist, og ég held að það sé bara tímasmál hvenar bankanir hér fari í þetta en þú veist, þetta veit ég ekki en svo kannski bara er þetta eftir allt saman. Hvað er það sem hindrar bankana hér að bara að vera með bara deild af því að nú eru þið með plattform þetta, þú veist, ég minna, myndi það ekki bara svínvirka? Ég held að sé aðalega svona image issue sko, held ég aðalega, þú veist, þetta er ekki... Er þetta eitthvað svona bad boy currency? Já, ég held ennþá, þú veist, en ef við skoðum út í heimi, þú veist, Deutsche Bank, JP Morgan, Goldman Sachs... Ég er að segja, er þetta ekki bara svona fordómar svona... Jú, ég held bara, þú veist, við höldum oft að við séum svo svakalega hipp og cool í Íslandi og fljóta pick-up trend, þú veist, ég er ekkert endilega svo vissum að það sé rétt hjá okkur, það sem ég held að þegar við pick-up trend, þá erum við ótrúlega fljóta að sem allir eru konið með það en ég er ekkert endilega svo vissum að þú veist, ég held að það sé mjög margt sem gerist út í heimi sem svona kikkar inn hér 2 árum eftir, þú veist, ef við skoðum bara 2019, ég las mjög áhugaverð það var svona tabla með mjög áhugaverðum samanburði það sem voru toppanir hjá þessum stóru klassísku financial institutions PayPal, Goldman Sachs Mastercard, JP Morgan að tala um Bitcoin og 2019 voru allir að segja bara að þetta er drasl og við munum aldrei snerta þetta og ég er svo 2021 þá var eitthvað, þú veist, þá voru allt annað bara já, nú erum við að bjóða high-end clients, crypto services og þú veist, það er, við erum að fara að vinna núna með Ethereum að Mastercard að segja og við erum skilur þannig að þú veist, ég hugsa að þetta gerist hér á Íslandi en ég gæti trú að sé smá tími í það. Nei, ég var alltaf 10 ár. Ekki, sko
það mun eitthvað gerast á þessum 10 árum en ef við nú talum sko hvenær bara raunverulega snýst þetta alveg gæti verið 50 ár en sko þú hjá þú ert með vinnu já og þú lifir á þessu já sko ákveður myndkaup ákveður myndkaupin ekki í eToro eða ákveður ykkar plattform hvað gerir ykkur svona merkilega? Mjög góð pæling sko það sem við rákum okkur á er að bara sem dæmi ég geymi yfirleitt ekki bitcoinum mitt á myndkaupum stundum en ég reyni ofta að fá vext og annað á til dæmis síðan svo crypto.com og svona en það sem ég regna á og flestir sem eru svona sjóðar í þessu reka sig á er að það að koma pening út á þessi plattform það er oft bara hægra sagt en gert sko og sem dæmi þú veist ef maður er að nota margar þessar síður og er að kaupa með kortum alls samkvæmt sér debitkort eða kreditkort þá er eiginlega tekin 3-5% fee bara við sko depositið svo borgar þau 2% currency spread til kortafyrirtækisins og svo borgar þau þóknunina á plattforminu og veist, við á myndgöfum tökum 2,25% þóknun sem er klárlega hátt með að við sem sagt þegar þú ber saman fíið á öðrum plattformum og þá fæ ég á spurningu herðu ég fer bara að versla bara beint við Coinbase eða eitthvað og borga bara 1,5% eða borga ég vel 0,5% ok en hérna rétt þegar þú executaði treytið sko þá hérna vissulega borgaður bara þessa þóknun en leiðin að koma peningunum þangað var búin að taka það 7% og þá hugsaður ég að þú ert svona enn sjóðar í þessu þá hugsaður ok ég ger þetta öðruvísi ég framkvæmi SEPA millifærslu eða SWIFT þú veist bara banka millifærslu hérna þú veist á milli 9:30 til 4 hérna í bankakerfinu ok þá ertu samt með currency spread og þú veist ekki að það sé eitthvað mikið endilega en það er 950 krónar kostnaður eða eitthvað sem er strax þú veist 0,95% eða þetta er 100 áskall sko og dæmi og þú ert að býða yfirleitt í 2-3 daga sko stundum að lenda ykkur í vesnandi bakfært eða eitthvað kjátaði þannig að fólk hefur að reka sig á þetta að þegar þú tekur bæði sko að því að á myndkaupum skilur þú getur lagt inn bara pening hérna á sunnudagskvöldi sko og eins og flestir sko við þú svona markkópin er nokkuð þú ert með sem sagt nýja sem bara vita lítið þetta og vilja bara hafa þetta einfalt íslenskt örugt þú veist, ok, bara flott, bara mamma mín skilur hún bara leggur pening á myndköpun en ekkert að vera eitthvað að fara að crypto.com eða eitthvað kaupir þetta bara og geymir þetta þar og ég verð að segja við hana að það sé mjögulega snefur að geyma þetta annars þegar hún bara nennir ekki svolítið þannig að þú með þennan markkóp svo ertu með sjóari markkópin sem notar þetta fyrst og fremst sem onboarding plattform, það er að segja að þú kemur ISK yfir á myndköp yfir á annarkvöldi þú getur fært bitcoin eða það þurfum yfir á eitthvað annað í svona gjörningi svo þú ert að tala já en þetta er ekkert snjallframgang þetta er bara færsla, þetta er bara transfer sko. En hvað gerist ef að myndkaup leggur upp laupana það er ekkert myndkaup lengur hvað verður bitcoinu mitt sem var hann inni sko við erum ekki með eins og einhverjum bankar sem byggja á svona fractional reserve kerfi sem basically þeir þurfa bara að vera með eitthvað 10% eiginfjárhlutvall sko og mega skulda umfram það þannig að þeir eru með kerfi sem er skuldur upp á þetta hérna eignur upp á 100 miljardar og mega skulda því 90 miljardar við erum eins og er ekki með við erum bara við bökkum einn á móti einum það er að segja kerfi virkar raunin bara þannig þú leggur inn 1.000.000 kall og segjum bara þú væri bara fyrsti viðskiptavinurinn bara literally bara að skilur það veri ekkert up and running þá bara þú leggur 1.000.000 og svo kaupir og þá áttu 980.000 virði af hérna bitcoin þá er bara eina sem er þú átt bara þetta bitcoin og við eigum bara þennan 20 skall skilur þannig að þið með ekki snerta innistæðunar nei þannig þær eru öruggar sama hvað já en auðvitað það er alltaf third party risk með allt kryptovíkunni ég geymi mitt á crypto.com og ef þeir bara tína hérna skilur að þeir bara glata öllu private keyin og öllu skilur eða er hakkað það er alltaf eitthvað third party risk ég er að segja það, er ekki verið að hakka þetta alveg í drasl jú en við hins vegar fyrir þá leið við geymum þetta ekki sjálfur svo við erum bara með Coinbase sem hérna geymir allt okkar krypto sem er bara eitthvað svona stærsta bara sko það er mest legit aðilinn í bransunum þeir eru listaðir á Nasdaq hérna stokkauðsins og eru cirka búið næstæsta kaupull í heim eftir Binance af því að þú veist mér finnst það bara vera hérna gáleysi
Ég er svona alltaf ekki að mér finnst alltaf að vera óþægilegt ef við værum bara sjálfur að geyma hérna á lyklum sko, en auðvitað náttúrulega bara, þú veist, eftir enduðu degi þá hérna einhver verður að geyma bitcoini þannig sko, og okkur finnst þægilega að hérna það sé bara hjá stærsta aðilanum, og þeir hafa lent í því að vera hakkaðir en þeir eiga bara endalaust af peningum, af því þetta virkar unni þannig á svona fyrirtæki eins og Coinbase geymað sko einhverja, þú veist, einhverju fleiri sko $100 miljardar af alls konar kryptó, og þá þetta geymt þannig að það alltaf bara eitthvað brot sem sett á svo kallum hot wallet, þar að segja exposed, restin bara hreyfingu, restin bara, sko, það á hreyfingu sko, sem hægt að hakka sko, og það endurst einhvern lögg og bóaleikur skilur einhverjir hakkar reyna að seilast í það, en svo bara eitthvað 98% eða eitthvað sko, sem bara í svona cold storage, þar að segja ekki tengt við netið eða neitt, og bara dreift á okkur að endalust marga líkla, þannig að þetta rosalegt. Já, svona líkunar á að þetta, þú veist, það þyrfti að vera eitthvað svona, en ég tekka fram, það frasi í kryptó, sérstaklega sem að tala um svona old bitcoinera sko, sem rosalega libertarian típur sko, sem, þú veist, ég fíla, en þeir eru svolítið yktir, að það þessi frasi sko, not your keys, not your crypto, það að segja að þú átt ekki að treysta Myntgov, þú átt ekki að treysta Coinbase, þú átt ekki að treysta Binance, þú átt ekki að treysta neinum, og það nota þess að kaupa allir bara til þess að kaupa bitcoinið, þú tekur þetta út á þetta eigi veski. Hvar geymir þetta? Bara líklega ekki svoleiðis? Já, og hérna, en þú veist, ég segja, þú veist, ég ekkert að mæla með þessu, ég ekki að mæla gegn þessu, fólk þarf bara að kynna sér, þú veist, ég hef prófað hvorttökja, ég hef geymt allt mitt á. Ertu með bara eitthvað peningaskáp heima? Ég var með það þannig, en ekki lengur. Nú bara, ég geymi mitt bara hjá third party, og dreifur þið ekki eitthvað? Hvað sér þú? Ég ætla svona ekki að fara alveg út í þaula hvernig ég geymi, en ég get bara sagt þetta, ég sætti mig við third party risk. Það svona stuttasvarið. Ég byrjaði að vera skólaður í svona þessum libertarian self-custody skóla, bara geymdu þetta sjálfur, og þú veist, að því ég á alveg vini sem bara leggja svo rosalega áherslu, finnst það að við að vera eitthvað prýtsa self-custody, skilur, fólk þarf bara að meta þetta sjálf, veist, en klárlega ef þú vilt að enginn geti sko hakkað þig, eða enginn geti hitt svo frumstætt að þá geymur þetta á eigin veski, en ég hef alveg séð fólk sem veit ekkert sko kryptó, bara sem dæmi, þú veist, þegar þú gerir þetta svona, þá færðu lykil sem þú gefur bitcoin á, og svo færðu recovery phrase sem sem sagt rauninni afrit af þessum harðadisk, til að þess að ef þú glatar harðadisknum, þá ertu enn safe svo lengi sem þú getur nálgast þessi 24 orð random orð sem lykillinn að bitcoininu. Ef hins vegar þú átt þessi 24 orð og þú geymir þau á glámbekk og ég kemst yfir þau og geti ræntið svona, og ef þú ert kærulaus og týnir lyklinum og orðunum, þá er það forever lost sko. Og ef þú átt þetta svona og þú ert ekki búin að gera eitthvað ráðstafanir í erðarskráið eitthvað sko, og kannski ættingjarnir vita ekkert, þá kannski varst þú að deyja með fullt af verðmætum forever lost, þannig að ég skil alveg þetta sko, því að þessi sem búin að lengi bitcoinu, þeir kannski tala bitur reynslu, voru á kaupið sem Mt. Gox sem var í Japan, sem fór á hausinn 2013, og þeir sögðu að hún hefði verið hökkuð, og svo voru eitthvað svona teóriur sem líklega eru bara réttar, þeir mögulega bara rændu búlunni sjálfur sko, þetta var ekkert regulatað og var allt bara eitthvað vilt af vestrið sko, og töpuðu bara öllu sínu þar sko, bara heyrðu ekki framvegis, bara muni aldrei geyma þetta hjá Binance eða Coinbase eða Myntkaup eða neinum, ég nota þetta bara til að konverta þessi bitcoin og ég tek út. Það sem ég allavega segi ég myndi aldrei versla við Kauphöll sem býður ekki upp á að taka út bitcoinið sjálfur. Þú veist, hvort sem ákveður að geyma þetta á Kauphöll ekki, þá bara þú ræður því. Ég myndi aldrei vera með mitt inn á crypto.com eða eitthvað, ef ég myndi ekki eða stæði ekki til boða að taka út á því veski. Þannig bara að sá option sér til boða, þannig að hann alveg fundamental, og mörg af þessum öppum sem maður heyrir fólk vera að tala heldur að sé að kaupa bitcoinin umverulega bara að kaupa einhverja optiona á bitcoin og einhverja future samninga á bitcoin sko, þetta ekki, þú veist, ekki hrifin að því. Kauptu frekar raunverulegu underlying assetið sem bitcoin Jesus Christ.
Það fór að láta leggja mig inn hérna eftir sko. Leggja þig inn, veist það, geggja. Mér finnst þetta mjög heillandi, mér finnst þetta vera í samræmi við það sem við erum búin að vera að tala svolítið mikið hinn fallandi heim sko. Já, ég er alveg samanlegaður, við erum búin að ræða þetta mikið. Og þetta er bara svo kakkalakki fjármálakerfisins, hann bara mun lifa af kjarnorkustyrjun sko. Þetta er ángurinn, það er gott orð sko, kakkalakkin, það eru nótastundur sko, að þú veist að því að ef þú setur í spór bara gamla kerfisins, Seðlabankana og Rothschild elítinnar og allt þetta skilur, auðvitað ert ekki hrifin af einhverju svona decentralized money of the people koncepti sko. Þannig að þú reynir allt sem þú getur til að drepa þetta, en það hefur allavega ekki tekist í 12 ár og þú getur ekki drepið sko, þú getur ekki drepið forrið, þú getur visslega bara og eitt í þessu samhengi, maður heyrir stundum ótrúlegt sko, maður heyrir stundum sko fólk tala sem maður svona hefði haldið að væri svona almennt svona frelsis og mannréttinda þengjandi sko, segja vel bara eitthvað já og svo ef þetta verður eitthvað svona stórt þá bara verður þetta bannað og maður bara svona viljum við búa í þannig heimi einmitt, hvað ertu með þessum orðum að segja það er rosalegt maður ef það er eitthvað fyrirbæri þú veist, við tala bara fólk úr svona heimi sem er svo að tala í næstu sem ógnar heimsmyndinni einmitt af því að sko núna ef ég tilheyri ríkasta 0,1% ég get sagt bara mér langar að græða enn meiri peninga hvað ætla ég að gera, jú ég ætla að stofna enn eitt félagið og ég ætla að fá lánaða 100 milljarða og ég ætla að kaupa upp 100 fasteignir og önnur skars assets og svo borga ég eitthvað af þessum lánum og svo þegar þessar eignir mínar eru búin að hækka tvöfalt þá annarkvort borga ég láni eða bara fæ meira lána og kaupi meira þessi leikur er bara ekki, það er ekki hægt að leika þennan leik í hard money system auðvitað verður alltaf ójöfnuður það maður verður náttúrulega bara draumóramaður en maður skilur bara sorja því að ójöfnuður sko, ég ber það bara saman við sjálfa mig fyrir 10 árum eða eitthvað, þú veist, ég var bara með önnur markmið í mínu lífi og vonandi muni svo þroskast og vera enn sennaðari eftir önnur 10 ár og vera með svo enn önnur markmið, sko, skilja, en þú veist, þú getur ekki borið saman þú getur menn sem eru jafnir að burðum og með jafn mikla hæfileika í eignast peninga annar er að vill bara vera sennaður og flottur sko, og healthy, þú veist, hinn er bara að hugsa að græða peninga, auðvitað mun gæinn sem vill bara peninga, eignast meiri pening þú veist, það er dálítið erfitt að þú ætlar að svo er ennana sem nennir ekki að gera neitt skilur og bara vill bara horfa á netti og svo er ekki að græða alltaf þessu er allt í lagi nei, þú veist, ángríns það er ekkert þannig að þú veist, ég er ekki að segja já, bara með Bitcoin þá eru bara leikurinn alveg 100% jafn og ég mun 100% segja ójöfnu verður ekki eins sturlaður og hann er núna og það sem ég sko, að því að just, ég trúi því ekki og nú er ég komin að tala annars veginn, ég trúi því ekki að kapitalismi leiði af sér ójöfnuð ég held einmitt að það góða sem þó kapitalismi gerir er að hann svona eigur aðgengi að þessu sko í kapitalísku samfélagi það er auðveldara fyrir þá sem eiga lítið að nálgast grunnþarfinnar sínar sko. Þú veist, það er matur og annað það er auðveldara að framleiða allt svoleiðis þetta er ekki sami skortur á þessum grunnþörfum og í samfélagum sem er önnur en það er alveg sama hvaða kerfi við erum svo lengi sem þetta Fiat kerfi er þá bara, leikurinn er og sko ekki bara er leikurinn alveg stacked up against you því að þetta eskaletar svo mikið eftir sem verður ríkari þá bara getur þú fengið meira lánað og ert aldrei að borga skatt og bara endur fjármagnar þig sko það er einmitt eitt að tala um þetta hann heitir Michael Saylor sem hefur verið að kaupa mikið Bitcoin og hann er rosalega svona hann er ekkert að þykast vera eitthvað goody gæinn sko, goody two shoes, hann er að tala um bara okkur, ég er billjóner og ég skal segja ykkur bara hvernig þetta kerfi virkar og hvernig þetta kerfi gerir verkefni þegar ég ekki breyk, skilurðu, þú veist, og eitt af þessu er það að ríkustu 0,01% sko, er eiga gríðarlegar eignir sem eru stöðugt að hækka þegar endurlega stöður að prenta peninga, það tala um að 60% af öllum dollar í heiminum hafi orðið til á síðustu 18 mánuðum, þetta er bara eitthvað sturlaða tölur eftir COVID fyrstu bylgjuna í mars 2020 prentvélarnar eru búin að vera sko bara non-stop og það er talað um digitally speaking aðalega en þetta líka bara fysískir peningaseðlar og svo hefði vantar lán svo hefði vantar pening
ok, þú erum tvent að velja, selji eitthvað af þessum eignum og greiða capital gains og þetta, eða bara nei, ég nenni ekki að gera það, þetta er búið að hækka svona mikið, bara að refinansa, tek meira lán, ekki taxable event, skilurðu, og þú veist, og svo maður hérna bara vinnandi, þú veist, að round the clock á hamstrahjólinu, borgandi alltaf skatt af öllum laununum, sko, þú veist, og bara, þú veist, hérna, þetta er ójafn leikur, sko. Þetta er ógeðslega og allt er bara einhverju svona veldisaukningu og leið til fjandans. Einmitt, þetta er algjör veldisaukning, ástæð fyrir að ég tala um það, ég var svo mikið að rökra alltaf við hérna þá sem voru öndurum meiði sko hvað kapitalismi væri góður og hvað narratífum ójöfnu væri rámt af því að ég enn er alveg sannfærum það að lífsgæðin sko hafa auki skiljið með þar að segja að þú veist að vera fátækur á Íslandi, þú ert með allt annað, þú veist með aðgengi að hýta rafmagni, mat og ég held að það sé ekki hægt að og þú veist, þú sett alveg í fátækast á hópnum, þú ert með aðgang að YouTube og Netflix og þú veist, þetta held ég að sé alveg powerað af kapitalismunum á miklu leyti en hérna en það breytir því ekki að ójöfnurinn hann er sturlaður og hann er í veldisvexti og eftir því sem að prenta meira peningum þeim mun meira ójöfnurinn það er það og þú veist og núna er þú veist hérna aukning af peningamanni umfyrir í Bandaríkjum 2020 var 27% Sæll. Og þessar tölur hafa ekki séð síðan sko síðan þáttöku Bandaríkjana Bandaríkjana taka þátt í seinna stríði 42 þessi 7. desember 42 sem Pearl Harbor er og 1943 sást þessar tölur síðast sko þú veist þannig að og þetta er út af þessi prófið þetta eru semst fordómarlausi tímar já svona fyrir út af seinni heimsstyrjöldina já þannig að þetta er algjörlega sko ég bara, ég get ekki verið 100% Bitcoin en ég er eiginlega 100% að, og ég vona bara að maður hafi satt kannski rámt fyrir sig, ég veit það ekki en nánast 100% þetta Fiat-kerfi gengur ekki og ég það er bara fínt, við bara prófum með hana ég er mjög gott þú komst inn á og kynntir þetta fyrir okkur, þá veit ég allavega að það er kannski eitthvað smá von þegar allt fer í já, vonu ekki, þá er bara að spyrja þá eru hann orðið 0,01% sko. Þetta er einmitt þá er einmitt líka eina hvað gerist þá? Ég meina, eru þið þá ekki bara orðnir í rauninni það sem var talað að þið myndu leysa af hólmi í byrjun og viljið ekki vera þetta er einmitt mjög hérna, góður punktur og umræða sem kemur upp oftar og oftar hérna, eru þá ekki þeir sem frontrunna nýju tæknina verða þeir ekki þá ríkastir ef þetta spila svona jú, klárlega og ójöfnur verður áfram og þú kemur betur út þetta er allt með þeirri fórstu að þetta sé rétt mögulegri að setja allan sparnaði minn í klósett er þetta the great reset? mögulega, við sjáum til þetta er nú kljómanum meira svo nýja heimurinn heldur en allt annað en sko bottom lineið er að þetta á bara við með réttu og röngu þetta á bara við svona allt það er að segja þú veist, ef við hefum verið að nema land hérna í New York sko bara á 17. öld skiluru og svo væri þetta orðið eitthvað byggð hérna 100 árum síðar og þú veist, þá voru þeir sem var að kaupa eitthvað land hérna bara á slikk sko og þetta eru þeir ríkustu svo þegar þetta er orðið hérna Manhattan og eitthvað þannig að þú veist, jújú, þetta eru og eða þú keypti bréf í Amazon á dollar eða Netflix eða þú veist þannig að maður leysir auðvitað ekki þá ég held sko, en munun er að svo þegar þú ert komin í kerfið og það er visslega áfram til eitthvað sem heitir ríkast 0,1% sem er miklu ríkara heldur en fátækasta þetta verður fljótt að gerast sko. að þá held ég að grundvallarmunurinn sé sá af því að það er bara fixed supply það er bara 21 miljón að þá get ég ekki spila þann leik að ef ég ætla að halda í þetta og láta kynslóðuna mínar bara hérna Rothschild bara fjölskyldu eftir fjölskyldu kynslóð eftir kynslóð þá verð ég alltaf að spila annan leik heldur en að bara fá meira lánað og sölsundi mig alla afuruna af hardworking fólkinu sem býr til og skapar öll verðmætin og peningaelindunar þú veist og ég veit að maður er farin að tala svo sósíalisti sko en hérna þú veist ég samt er það ekki sko en þetta er samt bara raunveruleiki alveg sama hvort þú sért sko hvar þú ert hérna í hérna á sko hægri eða hérna vinstri þess vegna að tala um þetta mér finnst þess að maður hafi verið sko og þess vegna held ég að peningaelduna bara elski þetta það er þetta Fiat-kerfi og það er hérna frækt kót eftir hérna Baron Rothschild sem sagði sko mér er alveg sama hver er hérna í Hvítahúsinu eða hvort hann talaði um þetta í Bretlandi hver er hérna með krúnuna
svo lengi sem ég stjórna peningunum í umferð sko. Það skiptir hitt þannig ekki að máli. þeir elska bara, við erum eitthvað það grífast sósíalism versus kapitalism og alveg og kjósa alltaf og nú verður þetta betur, nú sjálfstæðan þeir eru hann bara tímabil eftir tímabil eftir tímabil eftir tímabil. En þetta mögulega, herðu, við erum að fara aftur í eitthvað sem þið geti ekki manipulerað, granted, auðvitað verður alltaf þannig að fólki sem þetta power to the people movement? Þetta algjörlega power to the people, ekki spurning af því að og auðvitað, þú veist, peningar fjölskyldunar og elítunar munu alltaf finna sína leiðir til að reyna að preserva sitt, en það verður allavega, trúi ég, 100% erfiðara fyrir það og þú þarft að vera meira með eitthvað honest input sko í kökuna ef þú ætlar að fá meira af henni, heldur en bara að geta verið algjörlega passív og teki bara meira lán. Og þess að finnst mann svo leiðilegt sko, að fólki sem átt mest lokað fyrir þessu oft fólki sem svona þetta kerfi að sko fara sem verst með og bara, þú veist, eða bara vissi hvað, við erum talað sko, þú vinnur í 40 ár og þú skilur eftir því kannski eina íbúð og maður spyr sér mögulega, herðu, þú veist, skapa þessi aðili einstaklingur mögulega aðeins meiri verðmæti en eitt steipukassa einmitt, skilur þú veist og og með að leika þessi með lífeyrisgreiðslurnar og allt rugli, einmitt sko og bara, wow af því að fólk almennt ekki hrifað af því að fjárfesta veist, það bara staðreynd og ef maður pælir í hugtakinu þetta skemmtilegt orð, fjárfesting þetta af hverju þörf að fjárfesta, jú af því að peningurinn geymir verðmæti ekki vel en hvað þú komið pening sem geymir verðmæti vel og þá segja hagfræðingarnir allir já, nei, sko, það mjög slæmt að vera með deflationary currency, sko, þú vilt vera með svona hóflega verðbólgu, þá er hvati til að vera eigið eitthvað, vera að taka áhættu og í viðurkenni, þessi sjónarmið eru rökrétt og þau meikuðu mikið sens fyrir mér og ég var alltaf að tala um þetta, verðhjöðun er ekki alveg góða, svo pælir þú bara í, ok, það samt endilega þannig að þó svo að þú ert sem með harðan pening sem þá í fullkomnum heimi þá ætti harði peningurinn það ætti alltaf að vera verðhjöðnun upp á þetta væri algjör utopian hard money system þá ætti að vera verðhjöðnun upp á nákvæmlega sem hagvöxturinn er sem hagvöxtur sé 3% þá ætti verðhækkunin á peningum að vera 3% og þá spyrum við sig og það þá mögulega þannig að þá bara vill enginn gera neitt heldur allir bara halda sínu og enginn vinna að taka neina ádók fyrir fyrst að þá er enginn hagvöxtur og þá hækkar hann ekki og öðrulegi það stendst engan veginn sögulega skoðun, bara engan veginn aftur, blóma skeið mannkynssögunnar, aftur ég kann að vera bæjast af því að kannski ég ekki að sjá ykkur tilvik sem ég ætti að sjá en allavega með mínum bæjastglerugum ef ég komst þar í niðurstöðu að blóma skeið mannkynssögunnar sko, hjá stórvöldum hvort sem það áður en Bandaríkin afnema gullfótinn eða vestrómska ríkið, austrómska ríkið þegar það harður peningur veist, og það er ekki þannig að við bara herðu ok, nú harður peningur, ég ætla ekki að gera neitt ég ætla ekki að taka neina áttu, ég ætla ekki að stofna bakari eða fyrirtæki eða veist, bara, þetta er ekki rétt Heyr já, það er nú að prósessa maður ég ætla að fara á morgun ykkur Bitcoin Ætlarðu? Já, ég er að fyrir fyrst ég stillir þessu ekki bara svona af eins og ég er með sjóðuna mína ég fer 30 skall hérna sjóð 25 hér, 30 hér og eitthvað svona Ég byrjaði þannig en svo bara verður meira obsessed og maður en ég klárlega, það er eina vitið þú veist, maður er auðvitað klikkar ég er bara einhvern veginn ég sé bara og ég myndi aldrei mæla með því fyrir neitt sko, ég bara hvet fólk til að setja í krónu í þetta fyrir að búið að kynna sér þetta og er algjörlega treysti sér að gera það sko, en ég er bara svo bilaður að ég sé bara svona ákveðna rómantík í því að vera gæðin sem bara allavega, þú veist, put his money where his mouth is sko, ef þetta fór svo bara í 0 skiluru og þetta er náttúrulega meir en vinna fyrir því sko, veist, þetta er bara þetta er áhugamál, passion, þú brennur fyrir þetta. Þetta er það. Ég meina spurningi, veit ég hvort ég getur orðan einhvern veginn rétt. Já. Tók ég þessum talmána að þetta er þessi 2 númer, þessi 24 orð og Eru komið nýtt? Einmitt. Svo týnist þetta. Einmitt. Þessi peningur er ennþá til. Einmitt. En það getur enginn bara að leita á hann. Einmitt. Öðru sér með að gullskipssekkur þá. Einmitt, þá er hægt að leita því. En þannig er þetta og þú veist. Það er ekki séns að koma eitthvað á fórið.
Nei, það sumir sem tala að mögulega gerist eitthvað með quantum computer down the road sko, sem, þú veist, en það samt allt eitthvað svona speculative pælingar sko. Það eru hugmyndir. Það samt eitthvað að byrja að vinna með þetta, ekki? Já, nei, hann að tala sko, að þú týnir sko, bara coinunum og það eru engar vísbendingar sko. Að basically og sko, til þess að bara geta reiknað þetta út. Af því að sko, ef þú gætir það, ef tæknin væri til núna, þá væri allt hrunið sko, þú veist, og þetta alveg klikkuð sko, að ég spurði með, að því að svo sko, ég velti einmitt fyrir mér með sko, og það alveg optional að hafa eitthvað svona 24 orð, það þarf ekki að vera, það bara private keyið yfirleitt einhver 50 random runa sko, af tölum og bókstöfum og þetta eitthvað þannig að þessi 24 random orð þá enkryptað sko, og ég var að velta fyrir mér hvað er quantum computer eða bara supercomputer allar að giska sko, á reyna að krakka þetta bara með því að bara raw guessing power sko, þá stærðfræðin hún bara eitthvað sturla, það ekki fræðilegur það 24 orð sko, mér skilst það sko bara 12 orð þá þetta eiginlega bara orðið útilokað en ástæður 24 til að taka með reikningin að það verði aukning í þessu þetta eitthvað sko, að tala sér eitthvað 700.000 orð í enskri tungu og þetta þá 700.000 í 24. veldi sko. Það bara einmitt sko, ég var að hugsa sko, sá sem að það ekki vita sko, hver kom með þetta blockchain til að vera með, ekki? Það bara Satoshi Nakamoto og við veitum ekki hvað það Getur verið Gylfi Ægis þessum? Getur verið þetta sé í rauninni komið sko, frá sko, einhverjum æðri verum? Þetta er þetta eitthvað svona alien conspiracy sem í gangi hérna? Svona einhver undirbúningur, eitthvað fræ? Þetta eitt af því sem ég persónulega trúi ekki sko, en hefur heyrt þessa kenningu á það? Já, maður hefur heyrt á það sko. Á eitt að því að þetta virðir svona það sem þetta ótrúlega heitandi Bitcoin að maður bara þegar ég var að fara í gegnum þetta þá var ég með svona 50 atriði sem bara Bitcoin gengur ekki upp af því að þú veist, A, B, C, D, og svo var alltaf svona smám saman að jú, þú veist, það gengur upp þannig að það var alltaf svona sko, hreinsa listan en það var alltaf eitthvað eftir sko, og svo svona með tímanum þá maður bara herðu þetta gengur upp, þú veist bilnur þetta þannig að það eitthvað sem skilur þetta og þá þessi pæling að hvernig gat einhver dúti bara verið með þetta allt svona það insane sko og þá einmitt koma einhver svona pælingar þetta frá framtíðinu, þetta frá geimurum eða eitthvað skilur en ég held að og þetta eitt af því sem þú veist, ég reyna að vera þannig, vel þótt ég myndi trúa á svona pælingar þá myndi ég ekki opinbera þær sko af því að ég finna oft hlustið á fólk sem kannski svona á einhverjum samsærisvæng eða annað sem ég trú oft hann með þetta alveg bara gerinelt sko en hann fyrir hann einu skrifi lengra já, stundum það, vel þó sé ekki þá bara hann þyrfti svona að dempa sig aðeins niður ef hann raunverulega vill fá fólk í lið með sig sko, þú byrjar ekki að segja nei já, sko, einmitt það sem alltaf að ræða sko þetta svona, þú make a sense og svo bara skilju, af því ef ég hefði bara byrjað hérna bara, þú veist, já, ég held að Bitcoin sé komið frá geimverum, sko, þá bara raunverulega sá að það dálítið, þannig maður það dálítið að huga þessu, en ég teka fram, ég trúi þessu nú svo ertu kannski eðlu fólk já, einmitt en ég trúi því bara, þetta hafi verið sko líklega hópur af fólki sem það er ekki tilviljun að þetta kemur sko hrun í október 2008 white paper byrt 31. október 2008 og fyrsti bálkin 4. janúar 2009 og þá eitthvað svona hann var sænaður fyrsti bálkin í manningur orðin voru það var eitthvað svona gagnrýni á bankakerfi eftir hrunið sko þú veist þetta að því að þú veist ég var að horfa á myndina Big Short þekki hana geggjum mynd og þú veist maður sér ruglið þú veist þeir fara hann í Kaliforníu og stripparnir eiga sex einblíðshús sko og bara í finance alltaf þú veist svona rugl sko Bitcoin leysir ekkert allan vanda en harður peningur allavega svona rugl ekki í boði og það ekki búið að vera í bara einhverju tilgangslausu Víetnamstríði sko bara árum saman þegar Bandaríkin hefði aldrei getað gert það þeir hefði alltaf að greiða fyrir allan stríðsöfustum með gulli það ekkert mál bara, við erum í einhverju rugli við bara prentum peninga og nú þeir bara að gera það og allt hakir í heimsins veltur á Bandaríkjadólarnum
þannig að þú bara verður að taka þátt í þessu systemi, skilurðu, og það er alltaf að tala um, sko, mér finnst alveg magnað, alltaf að tala um einhverjum sérfræðingar hérna, koma fram og segja, bara tímum hvernig krakkinn bendir á að keisa hans í klæðalaus, þess að gagir hérna Bitcoin fyrir það, ég segi, það er einmitt það sem ég held að sé að fara að gerast, sko, með þetta Fiat-kerfi, sko, bara, herðu, þú veist, hérna, Þú veist að hljóma þannig? Já. Ég held að þú veist, bara, Við býðum mín smá og sjáum hvað gerist, sko. Já. Fyrst eru að borga fleiri viðspyrnustyrki og svona dóttir í, sko. Við erum búin að, ég var að fara yfir þetta, við erum búin að fara yfir þetta allt, sko. Eru ekki bara rétt að byrja? Við erum rétt að byrja. Nei, Þú er greinilega mikill greina, þú er búin að greina þetta allt í döðum. Ég er obsessífur yfir þessu. Jó, ég er svo obsessífur. Já, þú ert mjög, þú ert mjög hæfur að tjá þig út af það. Það er alveg örgulega góð og gild ástæða fyrir að þú ert hlaðvarpsmaðurinn, sko. Takk fyrir það. Þetta með einhver loka orð áður en við förum í kynningu frá sponsorum. Lokunum bara þetta, ég hvet fólk til að kynna sér þetta, ég hvet fólk ekki til að kaupa í þessu, ég hvet fólk bara til að kynna sér Bitcoin. Hvernig, fyrir ekki að þessu sögðu, nú er ég svona ágætlaða mér í ýmsum málum, en að kynna mér Bitcoin, ég hef kannski ekki gefið næðan tíma, en hvar er best að byrja, skilur? Það sem ég myndi gera, ég myndi fara á YouTube og ég myndi skrifa Bitcoin Investors Podcast, það er hann hérna, hvað heitir hann, Prisham eða eitthvað hérna, hann er Bitcoin Investors Podcast. Preston Pishan held ég hann heiti, hann fær nokkra hérna til sín, tala um þetta, alveg bara frá grunni, þetta eru svona klukkutíma, 1,5 tíma podcast og þú veist, það er bara, þú veist, einu gallin er að mín framistað mun blikna í samanburði við þá sem verið þar, en ég vil bara að fólk kynni sér þetta og hérna, þannig ég hvet klárlega fólk til að gera það, ef það hefur áhuga á þessu, bara YouTube og fullt af góðu stöfi bara Bitcoin á YouTube, en líka ekki vera að skoða, finnst mér sér allavega ekki að byrja, það er endalaust af megnið af vídjónum, eru bara hverju gæjar að tala um, er Bitcoin fara að hækka, Bitcoin fara að lækka og greina einhverja töflur og gott og vel eða eitthvað hrærast ykkur daytrade, en það er ekki að fara, þú veist, það er ekki það sem þetta koncept er, það er annar armur af þessu, bara kynntu hvað þetta er, já, það er svona lokaorðið. Bingo. Amen. Heyrðu, Kjartan, við ætlum að áðurnum kveðum þig, já. Við ætlum að lesa út með gjöfum hérna þér. Já. Við ætlum að lesa hann upp smá texta. Já. Á ég að taka textan? Já, þú ert bara maður. Senastu kynningu var hann dáleitur, sko. Já, dáleitur, ég var hérna alveg, ég yfirgaf líkama minn, sko, hérna. Þetta var rosalega, það var líka lögmaður, sér dáleitur, 2 lögmenn eru. Svo ég er annar maður, vissur það? Ég er hólur á innan. Já. Fullur á kærleik. Herru, Þór Þorgríms, í Ármúla 29 og hann að við erum eiginlega komnið sko svolítið hring núna og mér langar að leggja áherslu á þessi gólfefni hérna. Seriously vanmetið stöf, þetta er klikksystem eins og parkett, þetta er miklu meira klímavenlíkt, þetta miklar ekki, þetta er betri hljóðeinangrun og mýktinn fyrir fæturnar er ómótstæðileg. Og svo finnst mér þetta líka bara svolítið retro. Finnst þér ekki? Þetta er bara geggjað. Mér finnst þetta ógeðslega flott. Er ekki þetta á fleiri útfæslu líka? Hæ? Er þetta bara svona? Nei, þú getur líka fengið þetta með alls konar viðarleiki og svona drasli, en mér finnst þetta alveg insane. Er hægt að borga með bitcoinir í Þór Þorgríms? Þú getur spurt Daniel. Daniel er mjög nýjungagjart sko og er alveg sko, hann er með puttan í öllum mögulegum. Sko, þessi pröfa hérna, þetta er Harmony, þetta eru 3 lög af korki, miðjulagi er hert með einhvers konar plastblöndu, það gefur styrkin eða bindinguna, botnin er hefðbundin korkur og eins og ég sagði, hann miglar ekki eins og hefðbundi MDF eða krossviður, altså sem undirlag eins og í venjulegu parkett og slutstóti. Því að sko korkurinn, eins og þessi hérna, þetta er jómfrúakorkurinn, hann inniheldur svo kallar súperín og það er í rauninni svolítið eins og lífrænt Gore-Tex, en það heitir korktréð heitir Quercus super og þaðan kemur nafnið súperín sko, og svo er topplagið, það er semst korkur með óslítanlegri slithilmu þetta getur verið í bónus, þetta getur verið bara hvað sem er og þú myndir ekki sjá það sem sagt í slitförum, það er málið já, og þetta er nefnilega, þetta er ekki dýrt heldur sko, í alvörinu, það komur óvart sko og ég vildi leggja áherslu á þetta því ég eins og segi vann sem smiður í 20 ár og alltaf svona timpurkall og mikið snobbað fyrir altså alvöru timbri og aldrei plastparkett, bara timbur en sko þetta hérna kom svona inn í mitt líf eftir ég hætti að smíða og mér finnst það svona svolítið leðilegt því ég er alveg viss um það að ég hefði lagt mikið af þessu 100%
Framtíðin. Jeps, og svo í rauninni framleiðslan, hún sko kolefnisneikvæð sem að náttúrulega bara eitt og sér insane. Nei, hann þekkist allar sko. Þannig að það Todd Torgríms í Ármann 29. Herðu, svo erum við með hérna svolítið kontroversiált. Ég sagði við því hérna áðan að við værum með hérna sko CBD weed. Einmitt. Og ég sem sagt leiði þér að þefa þessu. Þetta náttúrulega bara, ég gamall stóner sko. Það var ekki Netflix. Jú, það var alveg byrjað sko. Ég var að kaupa svona box. Fyrsta boxið mitt var hérna 24 með Kiefer Sutherland, alveg bara út úr stónd eitthvað og horfa bara það DFD-diska sko. En hann sko, hann ég fer aldrei í vímu. Nei. Því ég er búin að vera án vímu alveg mörg ár sko. En þetta stöf, þetta inniheldur ekki THC. Lítur eins út, selt legit, þetta er enda selt sem te og þú getur drukkið þetta sem te. En þú getur líka, eins og ég gerði hérna í þættinum áðan með því voruð að spjalla, þá get ég rúllað þessu í join. Jáhá. Og núna ætla ég að fýra upp í þessu meðan ég les textan. Hvað heldur að... Sko, gott CBD í ham þessa dagana. Þvílíkt úrval af vörum tengdum hamp CBD, allt frá CBD stílar, plástrar, XM og augnkrem. Það mikið og robúst stöðugt vanda úrval af oljum frá 2 framleiðendum, það Pharmahemp og Leku. Við erum með þetta hérna. Þú fáður olju, Davíð. Já, þetta nú Já, Pharmahemp og Leku, þessar oljur eru frá 5 upp í 24% í styrkleika af CBD og við í þvottáhúsinu við mælum í rauninni með þeim öllum. Ég nota þar í rauninni allar, bara í bland. Það mjög erfitt að gera upp á milli. Þetta hérna? Já. En maður finnur það alveg kannabis-lyktin hérna. Maður leggur af. Ég dreg línuna hérna í oljuna en það einu stúmur alveg fake no sko. Sko, en þetta hérna, þetta algjör snilt eins og segi, það ekki THC í þessu. Þú verður ekki skakkur. Þetta góð inntak af CBD og þetta algjör snilt fyrir stónera sem vilja hætta að vera ósjálfbærir, sko, einhverjir paranói sjúklingar, alltaf bara eitthvað kortir í geðdeild. Þá geta miklu frekar farið upp í Urriðaholtsstræti 16, keypt þetta CBD vít og fengi stuðning fyrir taugakerfið, ekki verið stónd, fengi sér vinnu, borga skatta. Þetta ekki bara svo nikotín tyggjó í raun? Já. Bara fríking snilt. Þetta algjör snilt. Þetta sko, í Ameríku þetta kallað sko, it's like weed without the anxiety. Þannig að, og grammið að þessu kostar 1500 kall, þetta bara eins og upp í Breiðholti í gamla daga, og það hefur ekkert hækkað frá gott CBD. Og í þessari dollu hérna eru 3,2 gram á 4900 og svo afsláttarkóði, það þvotthúsið með litlum stöðum sem gefur 15% afslátt. Það voru gjafir. Það voru gjafir. Heyrðu, til þín, með ég hampurinn vera með þér. Já. Besti handáburður sem við höfum prófað. Hvað er þetta að segja? Rosalegur á kuldaexem, allt psoriasis, you name it sko. Já. Og risastór CBD stíl. Nei, þetta er varasáli. Þú verður að snúa nú rétt. Ég prófaði svona tannkrem sem selt bara í Netto með svona hampi á sko. Ég hef aldrei skilið svona pælinguna, ég bara keypti það Ég hef ekki pælt í, hefur þú prófað það? Tannkrem? Það er svona, já, með Marihuana plöntunni sko. Nei, ég hef ekki prófað sko. En það er allt til. En svo ég skildi rétt, þetta er unni sko ólöglega stöffið í kannabis þá þetta THC. Já, og það er ólöglegt sko allt upp fyrir sko 0,2% á Íslandi. Já. Þannig að í olíunum þá stundum THC annarkot non-detectable eða mælt 0,2 sem sem sagt hámark. Það ekkert í þessu skilur. Nei, þetta THC frýtt. Þetta rauninni bara og sama með þetta hér, þetta rauninni non-detectable THC sem gerir það að verkum, þetta lyktar svo skunkur, brennur svo skunkur, þú rúlar þetta svo skunk nema þú ekki skakkur, sem mjög næs og eiginlega ákjósanlegt fyrir mig því ég ekki í húsum hæfur þegar ég komin undir áhrif hugafarsbreytandi efna. Það kann aldrei góðri lukka stýra. Sérstaklega út af sísla með Bitcoin eða inn á heimabankanum yfir höfuð. Já, en heyrðu, það var geggjað að fá þérna til okkar. Það var ótrúlega gaman. Og ég virkilega þakklátur. Megi mátturinn vera með þér. Já, takk sem við leiðum. Þetta var mjög skemmtilegt spjall. Geggjað. Frá náttúru
náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra. Korkur í eldhúsið, korkur á baðherbergið, korkur í stofuna. Við elskum Kork. Korkur, umhverfisvænn, og kúl. Páll Þorgríms er stoltur styrktaraðili Þvottahússins.